Duel 1. Let's rock. Who dares to FL Bedman? Já, jæja, góðan daginn og velkomin á Nýðhögg 41, Já. Guilty Gear Top 8. Febúar, já. Og þetta er að líta alveg mjög eitthvað svona, alveg svona, hvað er orðið fyrir þetta? Svona, eitthvað svona very svona, Stacked. svona stacked, eitthvað líka, allir búin að spila alveg mjög vel, eitthvað svona í þessu. Já, þetta eru allir rosalega góði leikmennina Já. og ég er spenntur að sjá hvernig þeim fer og hvort að þeir séu búin að ná einhverjum framförum. Og ok. 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 Og Já. já, ég er spenntur að sjá sérstaklega hann Magic spila vegna þess að hann er búinn að skipta sem sagt main. Hann er búinn að vera að æfa Chip Zanuff núna undanfarið Já. og hann er alveg rosalega góður á honum. Svo Já. ég er spenntur að sjá hvernig honum fer. Ég er alveg verið þess að Rice Man myndi vera alveg proud af En með hér er að byrja á Dan 50 vs. Omar hérna á Winners semifinal. Já. Ok, tekur hérna með jumpinið. Ok, ídr honum í hornið. Omar playing defensively. Næri honum með jab. Ok. Ok, Oh, tekur boy. cross-upið. Ok. Hann viffar Oh. kænta. Ok, Dan átt að burst. Náði anti-arm. Ok. Ok, Omar ekki að svolítið gott að snowballa. kemur honum í veggi með tútíinu og skerir súpu. Ok. Hann ákveður ekki að fara í bomb vest. Hann veit að Dan er ekki að fara hann fellur samt fyrir 50, hann fellur samt fyrir cross-upinu. Kannski, Okay. 50 það er kannski bara Dan er- smá til að eitthvað get in the mind game Næra ýta honum against í- Omar. Næri honum í burtu með yellow Ok, okay, cancelinu. ok. Ok, næri að burst hann í hornið. Ok, fíguð. Og næði Omar off guard. Ói, nei. Næri ekki að blokka síðasta og jump og dustið. Ok, Nei, ekki dustið. þetta er kannski one hit frá hverjum getur alveg gett Ok, þetta. hann er að zóna hann út hérna með Oh. projectilinu. Og þetta er ekki looking good. Ok, ói, Nice beitar Roman út cancel. 6-pið. Já, það er very nice Roman cancel hjá Omar. Ok, Ok, Uh-oh. spila varlega. Nú er Omar komin í combo. nei ekki Omar, Dan 50. Nei, ég sagði Omar er komin í Já, combo. já, það er ekki mig. Ok, hérna stálar hann með sprengjunni. Ó, Og ítir sér aftur bak. Ok, næri hann að hitta með Ok. 6-pínu. Og Omar svarar með 6-pí tilbaka. Ok. Get away for the corner. Ok, nær ekki að giska á Nei. 50-50-ið. Nú er hann komin í smá joggle. Ok, Ok, þarf að giska aftur að rekka, nær því. ok, get off me. Ok. Ok, svona smá Ok. út með error. Zoning wars. Ok, Nei, nei. nær honum með jump Ó, slashinu. þetta hlýtur að nei, hann droppa það. Ok. You're all Roman cancel. Nei. Nær honum með needle. Já. Ok.
Sérðu hvað ég meina þegar þetta er svolítið stacked og Þeir eru tight af Já, top bracket hjá okkur. þetta eru rosalega leikmenn. Já. Þannig að Dan 50 Ómar er bara... Þetta er svo one of mikil the best of the pressa best. hjá honum Dan. Já. Oh my Ok, god! hann næri ekki burstinu út. Ómar er alveg við það að deyja. Ok. Ok. Ói, næri honum með síðasta hitinu. Alltaf eitthvað... Ok, hann bakkar í burtu, hann næri ekki að koma sér út með sprenginni. Notar burstið. Ok. Og nú er hann komin í juggle. Já, Það nú hlýtur að vera komið. nú getur hann Já, ekki það er stoppið. komið. Já, ok. Og fyrsti leikur á Dan 50. Ok. Getur Ómar bring this around? Þetta var rosalega close. Ég held Já. að Ómar geti alveg unnið þetta. Já, eitthvað... Þannig að... Ok. Já. Ok, næri honum með 6p-inu. Ok. Nú er Dan í horninu. Ok, næri á 6p að rekka eða hann er að búast við því. Ok. Og Hittir hann ekki með errorsprengjunni. Já. Új. Oh, nice! Hann gerir ekki neitt með... Ok. Kortbreakið. Ó, nær burst baitinu. Alright. Ok, og bounce. Új. Já. Nice juggle með sprengjunni í loftinu. Dan 50 maður, hann er alltaf svo tricky. Ok. Ok. Ok, næra 6p jumpinið. Og... Ó, nice throw. Ok. Hittir ekki. Ah. Þeir eru að póka aðeins. Ok, counter hit. Ok, Ok, installið. Nú er það bara block simulator. Nú viltu ekki vera tekinn úr blokkinu. Nei, oi! Jæja, that hurt. Var hann að backdasha eða? Þetta var rosalegt. Ég veit ekki hvort það var backdash eða bara hvort hann var ennþá í block stun. Gæti vel verið. Já. Ó, næra svona hann úr með needle. Þetta er svo ógeðslega leiðilegt projectile. Já. Því að hann getur náttúrulega líka bufferað error inn á milli. Sem að þýra hann getur bara verið stanslaust að henda úr projectiles í þig. Ég finnst þetta alltaf að þína eitthvað svona opening úr Batman eða alltaf eitthvað like going through like a arcade shooter. Eitthvað. Já, það er svona eins og bullet hell. Já, það er sem ég meina. Ok. Ómar, nei, Dan. Þetta er... Dan er búinn að vinna tvisvar. Það er búinn að vera 2. Ómar vann ekki í fyrsta. Ok. Nei. Þeir eru... Hann vill ekki vera hittur af þessu jumpin, hann vill ekki fara í pressuna. Ok, nær honum við rekkaunu inn í Red Rover cancel. Super... Nei, ekki alveg. Nær ekki wallbreakinu. Új, wallstake, super, nei, hann þarf það ekki. Hann tekur leik. Já. Ómar búinn að koma Dan smá á afturfótinn. Ok. Æ. Ok. Ok, hoppa hérna yfir Ómar, þína, sprengjuna. þína það vel að finna opening. Hann þarf að blokka mikið að sprengja þannig. Oh my god. Install. Ok. Nei, hann tekur hann úr því. Ok, Dan vill halda áfram að nota installið sitt. Hann vill hafa mirrorið sitt. Ok, nær ekki að nota alveg. Ok. Spurning hvort Ómar hvað hann vill gera. Þetta er ekki gott. Ói, reynir að fara með sprengjuna en er 6-pit. Jæja, match point á Dan. Já. Nei. Nær honum með, þetta er svo langt forward slash maður. Seriously. Ok, nice throw. Ok, og inn í guard crossið. Ok, nær hann inn í rekka. Nú er bara gíska aftur, gískar vittlust aftur. Ok, gerir cross-upið en Dan blokkar það. Ok, nú er hann bara að byrja að sóna aftur út með needle. Hann nær að taka hann úr error-mótinu. Nice. Nice. Nú bara klára það. Já. Ok, en þetta næði ekki að vinna. Jú. Nei, það er svo mikið scaling. Já. Úi, reversal er hann. Þetta er svo nasty reversal.
Ok, en Ómar er með burst Ok. sem að þýðir að hann það bara ekki, já, ok. svona Ó, nú ok, hann næri er að burst. hitta hann, já Ok, Ómar er og still hann in næri this. þessu og það leikur á Ómar Ómar still eitthvað alive eitthvað fyrir þetta semifinal. þetta var rosalega close Já, my god. Ok, trade. ok, svona blokkar Þeir núna vann... ok. ok, næri maður sjálf með 2P þeir eru svo mikið að backdasha þeir vilja ekki lenda í pressunni hjá okkur öðrum Alls ekki, nei. Ok. hann reynir að koma sér inn en hann er í þessum lows Ok, yellow ball. ok, hoppar yfir sprengjum en næri ekki að blokka Nei, ekki wall. úi, næri hann með 2D-inu Ok. Ó, er hittur á sprengjunni! Hvað var þetta cross-up eða? Hún komst hinum einn við hann. Ó, hann er ekki að punisha Rekka með hoppinu. Ó, hann reynir að punisha sprengjuna svona seint. Óvar er að... Hann næri hann síðan með 5P-nu. Vá maður. Oh my god. Þessi trade er alveg bara svo góð í þessum leik. Ok, kemur Gorgur. Hann whippar aftur hérna. Ok, needle. Rekka, nei, Új, býttu whiffar fyrsta en Vá. nær öðru hittinu einhvern veginn. Ég Ég vil- ætla að hafi verið bait en ætla að hafi bara verið mistime. Það er góð spurning. Ok, nú þarf hann að blokka. Ó, hann er grabbed, thrown þar að segja. Ó, já, nú er þetta bara flawless defense að það er eins og það getur gert. Ok, gott burst. Smá hero burst, en ok, hann gæti komið í tilbaka. Já, hann er ekki alltaf að mixa hann upp. Ok, nú er hann komin í hornið. Nú þarf hann að giska. Hann giskaði ekki á overheadið. Ball stick. Ok. Hann er ekki með mýru fyrir super. Two more hits. Nú þarf hann bara að hitta hann eins og viðbátt. Ó, hann næri ekki að punisha Blue Roman cancelið. Nú þarf hann að giska. Æ. Hann giskar Ok. ekki cross-upið. Aftur þann game set point fyrir Dan. Oh man, þetta er svo Býtu, stöttandi. what? Hvernig hitti þetta? Ég skil ekki hvernig þetta hittaði. Hei, hoppar Ok. yfir sprengina með bonbon chocolate. Og það blokkar overheadið. Ok. Nei, Hei, og næri ekki að halda áfram. nei. Veit ekki hvort þetta var alveg... Ok, næri hann hérna með 6P-nu inn í trippið. Ok. Ok, force a burst hjá Dan. Oh. Ok, gott. Hann glemdi errorinu. Ok, nice. Nú er hann komin í blokk. Ok. Spurning hvort hann hefði... Új! Hann nær beitinu með því að fljúa. Ó, næ honum. Ó, ekki alveg. Ok, blokkar nú þarf hann að giska. Hann giskar á lóið. Giskar rétt. Oh my god. Oh. Okay. Æ, og Dan nær hann þessu. býst við crossöfinu og það er 3-1. Já. Ómar var samt alveg sjúklega bara nógu Þetta góð í var þessu. rosalegt. Já. Það er ekki ofta ég Ómar spilar hann leik ekki einu sinni, svo hann er að standa sig alveg frábærlega með við það. Já. Að vera, hann er greinilega með eitthvað muscle memory. Eða Elfelt top tier, hver veit. Góð spurning. En ok, núna er við að fara til Crownless Chief og Hihi í hinn Winners Finals. Já, Crownless og Hihi. En já, það er ekki ofta ég sé eitthvað bara standa sig svo vel against Dan, eitthvað þú veist. Nei, Dan 50 er náttúrulega rosalega sterkur í Já. þessum leik. En það er greinilegt að það er að ná honum, sko. Það þarf að fara á eitthvað treyningar. Ok, við erum hérna með Crownless og Hihi. Svo- Þeir eru Sin og Slayer, en Já. við sjáum til hvort að hann Hihi ætla að pikka karakter sem hann hefur ekki spilað í smá tíma. Against Sem Chief, hann er með, sem sagt, hann er með hann í pocketin, hann er með hann í rassvasanum, karakter sem hann hefur ekki spilað í smá tíma, sérstaklega fyrir þetta matchup, ég ætla ekki að spoila því alveg strax. Ok, sjáum hvað hann geða. Ok, nei, hann ætlar að byrja á Sin. En spurningin þá er ætla Chief að fara með Slayer eða ætla hann að fara í pocket character? Svona. Sko, ég held að Slayer struggla ekkert sérlega á móti Sin. Ég held að það sé bara frekar jafnt matchup, en mér finnst ólíklegt að hann sé að fara í eitthvað eins og på tempkinu sinn, en það gæti vel verið. Ef að
ég get séð fyrir mér ef að Hihi skipti þá geti hann skipt en við sjáum bara til. Já. Við veitum einu sinni hvað þegar gefa button check. Já, ok, þegar gefa button check. Ok, svo kannski er hann ekki necessarily að stick with Jin eitthvað með þetta first match. Eitthvað svona. Já, En við verðum bara að sjá til. ég held að hann ætla samt að byrja á sin bara til að kíkja á þetta. Ég held að ef hann strögglar rosalega mikið eins og hann gerði, ekki til þess að vera að taka upp einhverjar slæma minningar en eins og hann gerði á síðasta móti, þá held ég að hann muni líklega reyna að taka upp þennan side-karakter bara til þess að Ég meina, reyna að fá eitthvað. nokkuð af okkur eitthvað, stundum hafa bara nokkuð svona those times of the year eitthvað, það sem við höfum eitthvað struggle með eitthvað. Ó, já. Svo, Ég þekki þá tilfinningu. Já, sama hér. En, ok. Hann er örugglega búinn að vera að æfa sig í matchupinu. Já, hann ætlar að byrja á sin og sjáum hérna hvernig fyrstu leikurinn fer. Ég held að það sem hann þarf aðalega að fókusa á hérna er að punisha the windows rétt. Því að Slayer er punishable, til dæmis í Dandy Step, þá bara, þú veist, að reyna að punisha þann. Ok. Góð byrjun Ok, ger ég hérna cross-upið. Oh my god. Ok, næra DP-an. Ok, Whiff á mappa. blokkar, hann... Já, úi. Ok, aftur cross-up. Oh my god, hann er bara crossing him up so much. Þetta teleport sem þú getur tekið í gegnum eitthvað er alveg rosalega hættulegt. Já. Ok, hann DP. Úi, hann er að hann go tekur for slide. 2H-ið. Ok, hann hoppar henni yfir en nær ekki að punisha. Ok, nær að counterhitta með 2S. Hérna er combo og hann er með stamina meter til að klára Ekki það. í vegginn. Nei, oi! Ok, en nærið samt. En nú er hann búinn með stamina meter, nú þarf hann að passa sig. Purple Roman Cancel Lane Throw. Giskar ekki á cross-upið. Oh my god, the damage. Þetta er rosalegt. Ok, nær Yellow Roman Cancel. Hann gerir hann er 6K-ið á þessu. yfir. Ok, nú er hann hérna með hann í juggle. Nei, Já, hann var ekki með super. hann var ekki með meter og hann hefði þetta klára DP-ið sitt hvort þið er. The counter mappa. Ok, næra DP-a. Ok. Nær hún er með hún. overheadinu. Ok, og nær leik. Báðið characters sem þú þarf bara að vissa hvað þið ætla að fara að hitta þig. Já, ég skal koma inn á hann. Ok, nær að koma sér undir hérna. Nær að koma sér undir hérna. Show the chief glow, Giskar cross-upið hoppar. Mjög næs. Það er klárt, nice grab. hann er búinn að vera að æfa sig í þessu matchupi. Hann er farin að sjá the gaps. Ok, hann er að crossa hann upp. Nei, Hann whiffar fyrsta close slashinu en nær að hitta annar. Forcer út Yellow Roman Cancel. Og það er dauður. Já. Ok, fyrstu leikur fyrir Og Chief. fekk clean hitið, einmitt. Já. Svo, já. Ok, góð start fyrir Chief. Ok, hann ætlar ekki að skipta. Hann geti vel verið að hann hefði bara verið að ljúga mér. I have to keep the competition guessing, I suppose. Ok, burstar inn á 2H-ið. Chief vill heldur ekki vera hérna í horninu, mappa. svo hann ákveður að bursta líka. Hann blokkar ekki cross-upið. Sjáðu Og annað þetta. cross-up. Hann er alveg Og bara annað cross-up. left and right. Inn í close, ég held að þetta sé heavy slash. Ok, næði honum. Nær. Ok, hérna. Æi. Hann er að punish hérna jumpinni. Já. Ok. Ok. Duel 2. Ok, nær hann hérna með force slashinu. Ok. Inn í full combo. Já, og neðan í wall vegginn. stick. Mjög næs. Hvað finn að gera næst? Ok, ok. næs. Back jump. En hann nær hann hérna með Dandy Step inn í pælbankarinn. Þetta corner carry. Ok, æi. Pælbankar inn í vegginn. Ok, Ok. nú þarf hann að nota meterið sitt. Nice reversal. Það næði hann í vegginn. Ok, nú er hann á... Ok, Hann ákveður ekki að blokka. Hann ætlar að reyna að punisha. Ok, nota burstið sitt. Nær hann yfir 6p neðan. Alright. Ok. Þetta var very Hann nær close. rétt svo að halda sér á lífi, hann hihi.
Hann reynir aftur að gera 6p en er 2H. Hihi bara alltaf sem virka best when he's in danger. Það bara Hihi á það til að taka smá comebacks. Já. Ok, nú þarf hann að passa sig. Ok, blokkar ekki. Hann að mappa hann sér. Ekkert super. Nær honum Þetta var hérna risky, með... Já, ok. hann nær honum með elkant. Hann tandy steppar overheadið. Og nær honum hérna með pælbankarunum. Ok, það er þá 2-0 fyrir Chief. Nú er spurning. Hann ætlar að skipta. Nú fáum við að sjá karakterinn. Hann ætlar að taka Anji Mito nefnilega. Going back to a classic. Einmitt, hann var náttúrulega Anji player. Já. Rosalega lengi. Þá getur hann skipta yfir í sinn. Myndu þið segja að þetta gæti virkað against Slayer? Sko, ástæðan fyrir því að hann pikkar Anji er vegna þess að Anji er með rosalega góð tool sem að beita út aggressive playstyle. Já, definitely, for sure. Út af spinnin hans. Og þá er hann með rosalega gott defense sem sagt á móti karakterum eins og Slayer. Hann Slayer er definitely aggressive. Og Johnny líka. Þannig að hann er líka með þetta anti-air sem er klikkaslega gott. Hann nær að steppa í gegnum hann með pælbankarunum. Vá maður. En þú sér strax hérna. Og hann viffar píð. Hann bara crouchar undir hann Chief. Ok. Og Rome cancel. Þú sér hérna. Hann gerir líka rosalega mikið damage á Anji og hann er rosalega healthy. Hann er með 5 guts. Hann er einn af 2 karakterum í leiknum með 5 guts. Nær honum með command-dróinu. Hann hoppar yfir en Universal! Háa! Close-slæsinu. Þetta close-slæsinu er svo hátt. Jesus! Það er glorified anti-air. Dandy step, Roman cancel. Inn í JK-ið. Ok. Game set point fyrir Chief núna. Ok, byrjar að spin en Chief hoppar yfir það. Ok, Gold Burst. Hann reynir að masha, wake up. Hoppar yfir en hann cancelar inn í close slashið. Nú er hann komin aftur inn í hornið. Hann catchar jumpið með close slashinu sína aftur. Og annað cross up og það er leikur á Chief. Chief alveg Hihi hristi bara hausinn sinn. Þetta er rosalegt maður. Þetta er rosalega erfitt matchup. Já, það er bara hjálpar ekki að Chief var bara að taka Hihi til cross-up city. Þessi cross-ups sem að Slayer hefur eru náttúrulega klikkuð. Þú þarft eiginlega bara að vera með hendunar á báðum hliðum bara til þess að geta skipta á einu frame. Ég held að ég hef aldrei séð Slayer cross-up svona mörgum sem... Heyrðu, þá erum við að taka Magic Inga. Þá ert þú að skella þér í Chip Sanoff matchupið. Chip vs. Pot sem er eitt af matchupinu sem við talið 10-10. Það er bara gæinn sem fær fyrsta hitta, hann vinnur. Þannig að gangið er vel með það. Takk hérna fyrir. Enjoy the show. Ok. Herðu, ok. Já, eins og ég var að segja áðan, þá er Magic búinn að vera að prófa smá Chip Sanoff. Og er að ganga rosalega vel á honum. Chip Sanoff er náttúrulega rosalega sterkur karakter einmitt núna. Svo við ætlum að fá að sjá hvernig Ingi ætlar að díla við karakter sem að crossa stanslaust upp og er eiginlega ómögulegt fyrir Potemkin að hitta. Því hann er svo hraður. En já, þetta er búið að vera, það er náttúrulega líka fyrirsjáanlegt að við erum með Crownless og Dan aftur í Winners Final. Það er stað sem við höfum séð oft. Þannig að það hefur margt breyst. En Winner Finals Chief og Dan er eitthvað sem að breyta seint. Ok, þeir eru að restarta leiknum. Og hérna fæ ég vin minn til að koma með mér á kommentari held ég. Ég? Nei, ég er bara að slaka á. Ok. Nei, ég bara að slaka á, sko. Heyrðu, þá er ég bara... óvinnin hérna í staðinn. Já, er vinur minn hérna Arnór kominn á kommentari. Salkeisari.
Ekki nefnir ég kommentið þetta leikinn einn. Ég er minn spenntur að sjá hvernig þetta fer. Þeir eru Magic er nú alveg fyrst sinn í langan tíma sem hann er á loser side. Ég held að hann sé nú búinn að vera á winner side alveg þó nokkuð mikið. En hann náttúrulega var að skipta persónu sem er náttúrulega gerir að, sem að útskýri kannski aðeins af hverju. Hann myndi frekar vera komið þangað. Er ekki þessi tilbúna hérna. Bílarnir. Ég ætla að taka eitt stutt button check, ég sagði þeim að taka það. Svo fer hann ekki að milli mála, þeir verður allavega að fara að gera eitthvað af sér hérna. Sérstaklega sem að náttúrulega hann Magic spilar með lyklaborðið og það er alltaf vandamál með því. Það er samt bara basically sko hitbox. Það er bara hitbox með minni taka. Já, vissulega. Mankind new. Duel 1. Let's rock. Hann er button checkið. Kom að sjá líka, þú veist þegar Ingi er líka búinn að standa sig mjög vel á öllum þessum mótum að mæta bara og Hann er ekkert að æfa sig fyrir þau heldur, hann er bara að mæta til að styðja Kos. Já, vissulega. En hann líka standa sig alveg vel hérna með hann er Potemkin, sko. að rústa fólki hérna. Gott að velja map, velja lag og svona. Gott að hafa þetta allt saman. Að sjálfsögðu. Það þarf ekki að gera það bara fyrir Grand Finals. Ok. Ok, þeir eru að berjast á Ok, byrjar á backdashi, Armor er í gegn hérna með Hammerfallinu. Ok, whiffar hérna Megafist og hann er hérna með hann í Air Juggle. Já, ok, hann burstar eftir 2H-ið. Þegar um leið og Magic getur náð honum í einhver kombos, þá held ég að hann sé að fara að standa sig mjög vel, sko. En það er bara að reyna átt sig á hvenar í ósköpunum Ingi er ekki að íta á takkat sem maður getur punishað. Frá Potemkin þarna akkurat. Já, þú verður að passa þig á þessu nefnilega. Mikið af armor movum sem að gera náttúrulega mjög erfiðan að díla við. Ok, nær hann þannig með JP-inu. Punishar hérna slide-headið. Vel gert. Bara í startupinu. Hann er svo hraður, hann bara kemst áður en að movið byrja hinum einn á skjáinn. Þetta er líka áhugavert. Er ekki Chip líka með minna health heldur en aðri? Chip er með minnsta health í leiknum. Já, þannig að við erum með hérna tvo... Fyrir utan allra Asuka, sko. Fáum hérna... Ok, nær að blokka hérna rassinn. Nýti sér þennan hérna... Strenga ekki neitt. Ingi er bara að masha, hann er að lenda á jörnu og hann er bara... annarkvæmt að blokka villist eða bara masha. Já, hann er í loftinu. Klassískt. Já. Þetta er rosalegt að þetta sé bara fullscreen. Þetta er ekki bara fullscreen líka á jörðinu, þetta er fullscreen í loftinu líka. Já, þetta er bara full all screen, sko. Einmitt. Magic tekur Ok, tekur Magic fyrsta leikinn. Þeir eru alltaf út. Veitu hvað er í gangi? Það er spurning. Þetta er bara play story eða byrju... Hvað er að frétta hér? Núna er náttúrulega að gat nú verið... Það getur útskýrt þetta ágætlega mikið. Það vantaði bara hljóðið í leikinn. Ó, þú meinar. Ég verði að pæla akkur að vera svona lágt stilt í honum. En þetta getur útskýrt það. Hérna fáum við, ok, núna geta þið valið lag. Það var vandamálið hjá Inga, sko. Hann vantaði lagið. Það breytir öllu. Það breytir öllu að hafa lag. Ég held að ég sé saman því. Ekki setja þetta á listanum mér að blóta. Það er bannað. Þetta var bara svona... Það er að passa sig. Ég átt inni. Ok, byrja hérna á backdashinu. Er komið hann í pressureið. Ok, Force Burst. Hann nær honum hérna með slide-headinu. Og hann nær honum hérna með jump heavy-inu. Það heppilegt líka við það að hann er mjög fljótur til þess að geta gert hluti. Þannig að það er mjög erfitt að díla við það þegar hluti koma út, sko. Þetta jump slash er svo gott, maður. Annað hérna komið með wallbreakið. Klassískt.
Reyna að koma sér í burtu, en veit Dollar hérna með Hurricane. hefur ekki hugmynd hvað í ósköpunum Potemkin var. Gott döst þarna, En það komið sér niður. hann Potemkin hefur heldur enga hugmynd hvar hann sjálfur. Nærón með þróinu, hann ekki trættur. Nei, því miður ekki að command grabinu, en að verja sér þetta alveg í lokin. Og Nærón með þró, hann ekki trættur, hann bara ekkert trættur. Nærón hérna í marsinu. flottur. Hefði mögulega getað unnið þarna ef hann hefði tekið eitt loka hérna 2K. Þetta er svona á meira. Sjá þetta health sem að bara, heyrðu, gjörðu þú vel. Bara 60% farið. einmitt. Sko ég er frekar viss það að einn Potemkin Buster combo myndi bara drepa chip. Jafnlust, sko. Þannig að hann þarf að passa sig að ekki vera tekin í Heavenly Potemkin Buster combo. Nei, hún finna með Nei, það er ekki að halda áfram með það. Hvað er þetta? Drop combos. Það er blokk overhittið. Beita þróið að næra ekki neinu punish. Bara halda honum hitt og taka. Og hérna kemur wall comboið. Inn í wallstickið. Nei, Næra ekki að hitta hann í gegn. Flottur, góð bíð þarna til þess að ná að klára. Hann er bara að gera run-up slash. Það er svo gott hjá honum Chip að gera bara run-up slash því að opponentin er ennþá að reyna að gera eitthvað. Hann er að reyna að sóna það út. Nær honum með DP-inu, 6-8-ið. Ingi er bara mashing, hann vill ekki vera í þessu. Hann nær að þróa hann. Sjá líka hvað venjulegt þró gerir mikið damage. Já, það er bara þetta grínast. ruglað. Ok, nær honum hérna með jump slash cross-upinu. Inn í vegginn en droppar. Það verður að punisha klónan áður en að hann kemur út því að hann er svo pluss eftir klónan nefnilega. Heavenly Potemkin Buster nær ekki honum alveg ekki með- réttur. Var nær að búast honum að hoppið þarna. Skiljanlega, Magic er náttúrulega bara, hann hoppar eins og ég veit ekki hvað. Smalspilari. Nær honum hérna með jump slashinu. Forcer út burstið. Inn í Aegis Reflector, nú vill hann ekki. Nær að koma Vel sér gert. hinum einn við hann. En vill ekki vera ítu of langt, svo hann lendi ekki í Aegis. Nær honum með Chip honum chipinu. út. Chip í nafninu. Hann er chip damage. Ok, hit, nær backdashinu hans. Nær ekki að hitta hann núna með jump slashinu. Burstið farið. Það halda þessu hérna. Hann ætlar að match point á Magic. Nú þarf Ingi að taka þessu smá saman. Nær honum overheadinu. Þegar hann er með vel í vegginn, það er erfitt fyrir hann að finna eitthvað til þess að gera. Ekki? Nei, þú þarft eiginlega, það eru rosalega lítið af gap sem þú getur matchað. Það er overheadið hans og síðan er það klónin. Það er basically 1-2 gapin sem ég er búinn að finna á Chip í horninu, sko. Ekki nema hann bara sé viljandi að skilja eftir gaps. Ekki halda á. Nei, pikkar upp aftur Inn í hérna. Roman Cancel, inn í vegginn. Gæla notur að drepa. En hann er með burst, það er spurning hvað hann ætlar að gera. Hann ætlar að nota Aegis Reflector. Er að reyna að fella hann. Hann hoppar yfir, vel hann gott. notar Forcer út burstið. Hann notar Heavenly Potemkin Buster, hann giskaði vitlaust og Og þarna er klárar Magic þetta með þróinu Vel sínu. gert hjá Magic, vel dominant þetta leikur hjá Ekur honum. 3-0. Það er eins og ég segja, þetta er 10-10 matchup. Þetta er rosalega bara hver fær að hitta fyrst Já, nákvæmlega. pínu vinnur. Heyrðu, þá fáum við seinasta... Já, hvað segirðu? Ég ætla að segja eins og við sáum þann á 70% kombónu sem hann tók hérna bara roundstart á hann. Já, ég meina, þú veist, þetta er alveg stór hættulegt fyrir, þetta er örugglega, get ímyndið með það, leið og þú lendir í einu kombo þá ertu bara búinn með lífið þitt næstu því, þannig að það er bara, þetta eru 2 interaction. Herri, já, það Þá er er Hrafn og Moon. Garuda og Moon hérna að spila Happy Chaos, Happy Chaos. Það er Happy Chaos Mirror Match, þetta er fyrsta skipti sem ég hef séð það gerast hérna. Happiness, sko, squared hérna. Eða eins og ég hafi heyrt eitthvað segja, hamingjusamt áreiði. Hamingjusamt áreiði. Já. Það er heldur gott. Það er speglakeppni á milli hamingjusams áreiðis. Ég veit ekki eitthvað í þá áttina. En ég er alveg, þú veist, Ég er spenntur að sjá hvernig Happy Chaos deila við Happy Chaos. Því að Happy Chaos er pínu það að bara halda þér í hinu horninu og síðan bara skjóta þig og ekki leyfa þér að komast inn. ég myndi að reyna að pæla hvort að
þeir hafi tekið leik áður. Ég hef séð þá báða að mæta mót. Ég veit bara ekki hvort þeir hafi báða tekið þeim eitt hérna. Ég veit ekki hvort þeir hafi verið í sama þeir hafa örugglega verið í sama bracket einhvern tíma. Það hlýtur að vera. Já, getur verið sko. Ég hef alveg trú á því að þetta getur verið hérna... Ég ætla að segja sama pool. Já. Nei, ég er spenntur að sjá hvernig þetta fer. Ég ætla, þú veist, Garuda er alltaf, þú veist, ég spila... Ég alltaf á hverju móti þá lendi ég á móti Happy Chaos. Seinast þá lendi ég á móti Garuda. Já. Og núna lendi ég á móti Moon. Og ég er alltaf perfektar allavega eitt round. Þannig að ég get alveg verið viss það að þetta er ekki my ideal að vilja að hitta hann sko. Nei, það er líka bara erfitt að keppa móti Happy Chaos sko. Sérstaklega út að spila karakter eins og Slayer til dæmis. Slayer stranglar rosalega mikið móti Happy Chaos. Það vil maður button check hérna. Það er spurning hvaða lit er alltaf að velja. Moon tekur hérna hvít og rauða sýnist mér. Já, síðan fyrir okkur líka átt okkur hvor er hvað sko. Já, býtum við, það er reyndar rétt við þér. Vonandi velja það sama lit, því þá mun ég ætla að skrifa nafnið hérna á litnum hérna hjá þeim. Já, ég held að það sé Moon sem er að spila rauðhærða og Hrafn sem er að spila Garda sem er að spila venjulega litinn. Já. Ég er spenntur að sjá hvað það er. Þannig að það er bara player 1 og player 2. Já. Heyrðu, það er bara beint í ready. Þá erum við að taka hérna losers. Síðasta loserinn á leiknum. Það er top 1 allavega. Ok, byrjar hérna með 2D-inu. Já. Ok, ég er að zóna hún hérna út með fast bullet. Ég veit allavega að við erum víst að Garuda hefur talað mjög oft um það. Hann vil ekki spila hann of mikið zónir, sko. Nei. Það er spurning hvor mun taka með zóning eða hvort það muni bara hlaupa inn. Það er bara spurning hver alltaf að approacha fyrst, sko. Sjáðu, þú vilt alltaf... Og við fara þróið en gerir purple roaming cancel til að beita það út. Flott, maður. Við erum að elda hann uppi hérna. Garuda komið hann í vegginn. Við erum að massa hérna P-inn, Sikkur er að reyna að massa P-inn. Nær hann með JK-inu. Vá maður, nær honum með klóstasinn, hann reynir að masha. Hann heldur honum með klónanum. Hann hefði getað mögulega að klára þetta. Ok, flott. Vel gert hérna Garuda. Nær honum með trooper úr successinu. Garuda á hættunum stað hérna. Ég myndi að pæla hvort hann ætlar hérna. Hann er búinn að hitta með curse. En nær ekki að blokka J2K-ið. Það er náttúrulega vitlausasta move sem ég hef einhvern tímann séð, þetta J2K. Þetta þarna líka, ég rugglast alltaf þegar hann er að rúlla sér hann að Sikkur megin við mann, sko. Skiljanlega. Flottur. Whiffar þróið aftur. Moon er að whiffa þessi þróð sem ég veit ekki hvað. Aðeins og blúta. Ok, nær honum mikið hérna tick þróinu. Annað þró. Þeir eru bara throwing eins og Mad Men. Það er bara... Það er spurning hvort þró að leik. Það mætti alltaf að spila grappless. Annað þró. Annað þró. Þetta er líka skilinlegt, þetta er flott. Ég ránaði með þetta frekarlega með að þið séu bara zóna hvort annan eins og brjálæðingar. Vel gert, góð vörð hann. Nei, aftur! Hann er bara að reyna að chippa hann út. Hann er að reyna að chippa hann út. Hann hefur ekki verið metir til þess að geta þetta. Já, og hann er hann hérna með 2K-inu. Moon tekur fyrsta leik hérna, vel spilað. Já. Þetta er dominantið með 10 á honum. Það er skrifa hvaða litur þeir eru líka. Ok, nær hann hérna með close slash counter hitinu, kom með hann í hornið. Ok, hann matchar út hérna. Þeir eru báðir, finnst þess að þessu báðir að reyna að beita bursti okkur döður, sko. Stopp alltaf í miður kombóðu. Ok, nær hann með 2D-inu, en hann burstar hann í burtu. Ok, 2S. Inn í trip. Ok, hann fellur ekki fyrir beitinu. Það er að segja, hann býður ekki. Hann er ekki þólumóður. Ok, nær hann hérna með X-mankina. J2K inn í annað þró. Ok, restockar á fókus. Nær honum hérna með dustinu. Hann var að save þetta dust. Hann var að bara koma út úr nowhere. Moon er greinlega búinn að vera í einhverju. Hann er ekki búinn að mæta á mótin
í einhver tíma finnst mér. Hann er búinn að vera í einhverju treyningar. Hann er búinn að vera treyningar, hann er bara búinn að vera eins og anime protagonist. Ég er líka, þetta er sama eins og ég sé nú að Egill er hérna í tjattinu sko, hann er líka sjálfur einmitt. Hann og Kleppur í einhvers konar hyperbolic time chamber hann í Japaninu. Já. Hann er tilnefnilega í Japan sko, það er nefnilega áhuga að vera við það. Og við fórum þróun aftur. Ég veit ekki hvað hann heldur að hann sé í miklu mínus sko. Ég held að hann sé bara í 0 mínus. Nei, hann er of plús til þess að hann er að ná þessum. Gott, kom hann sem frá sér. Það er á annað. 2S, næra blokka sann follow-upið. Nær hann með JK-inu! Sko, ég held þetta, þeir eru of mikið að reyna að bíða til að reyna að börspeta hvern annan. Það er ekki búið að virka eins og Þetta er bara, þetta er... Þarna, super. Er það ok, og þá tekur Moon Lake 2. Leikur 2 á Moon. Standa sér mjög vel hérna. Þetta er rosalega Happy Gamers gameplay. Mér finnst þetta allavega áhugaverðar heldur mjög oft þegar að Happy Gamers eru að keppa einhvern annan sko. Hérna ég sé líka með Kleppur hérna. Moon er með fleiri rankleiki heldur en allir aðrir á mótinu samtals þetta season. Já ok, það hlýtur, eins og ég segi, hann er búinn að vera einhvern treyningarki sko. Hann er bara búinn að vera að grænda sig upp í Diamond. Hann er bara því miður búinn að spila of honest personu, hann bara myndi velja einhverja aðeins meira cheap sko. Þá myndi hann held ég fara að vinna þetta sko. En kannski það fyrir að virka hér. Já, einhvern cheap eins og Elthot eða Faust. Það er svo cheap karakterar. Þeir náttúrulega vinna bara mót frýtt. Ok, nær hann Þessi gaur er bitur út af því að hans er í bottom tier maður. Við heldum við bara sterkari gaur. Þetta er bara hvernig þetta virkar sko. Þetta er ástæðan okkur ég vel með Soul og síðan tapa ég öllu. Ok, a match point á Moon. Þetta var Moon er að standa Nær sér hann með 6 ógeðslega vel. þetta er rosalegt joggle hérna. Ok, Garuda kom með burstið sitt aftur. Það er klárt að hann er búinn að vera að æfa sig í þessu. Oh my Snúpur god. að burstið. Því miður Já, alveg að hárréttum tíma þarna með þetta burst. En hann er hins vegar alveg að fara að detta í það að fá. Hann er komið annað. einan cross-upið. Þetta Þetta wall getur carry verið sko. búið. Wall carry er svo mikið. Já. Þarna. Bingo. Jesu. Heyrðu, Vel spilað og þá hérna. tekur Moon þetta 3-0. Þetta er frábær frammistaða hjá honum. Hann er búinn að bæta sig alveg rosalega frá því á síðustu mótum sem ég séð að spila. Ótrúlega sterkur. Gott að sjá líka að hann mæta einmitt aftur og bara standa sig með príði hérna sko. Einmitt. Ég ætla greinilega að vera næstur til þess að taka flesta rankleiki á serverunum. Ég held að fólk þurfi bara að æfa sig aðeins meira. Ég held að ég mitt lendi í því sko. Ég hefði ekki einu svona snertleikin hérna. Heyrðu, næst ætlum við að fá Omar og Magic. Omar og Magic hérna, loser quarterfinals. Áhugavert. Ég hef séð þetta sko í winner semifinal eða ég hef bara, ég finnst þess að ég hef nú einhvern tíma séð þetta líka bara í loser final, þannig að þetta er áhugavert að þetta séu svona snemma í bracketinu sko. Já. Þeir eru báður að spila frekar hraða karaktera, báður með svona rekka 50-50s. Svo... já, en Elthot hefur, og þeir eru náttúrulega líka báður crosser karakterar. Chip er náttúrulega með Alpha Bladeið sem fer í gegnum þig og hittir hinum einn. Það er náttúrulega rosalega erfitt move að blokka. Við fáum hérna, nú erum menn að mæta hérna, gangið þið fram hjá, gerir sér tilbúna. Ég er alveg spenntur að sjá hvernig þetta fer hjá þeim. Þeir eru dálítið svona, eru yfirleitt alltaf að keppa á mótið með hvort öðru online. Bæði bara í Discord-tjattinu og bara í leikjum, þannig að... Hann Ómar keppti náttúrulega á móti honum áðan og hann tók hann í pools. Hann Ómar vann sem sagt hann Magic í pools. Þannig við fáum að sjá hérna hvort að hann Ómar næri að halda þessu momentum í gangi. Og hvort hann næri að pínu svona outplaya hann Magic. Ég er búinn að fyrir þetta. Og já, heyrðu, ég vil líka bara minna á hérna fólk sem er að fylgjast með bara að það er hægt að fara á sjá, við á mánudagi núna þá komum við og kynnum næstu mót og þetta líka er ennþá í gangi. Ég er ekki með opið eins og ég ætla nú kannski að opna í lok leiksins, eða lok mótsins. Það lík er í gangi til að taka þátt í sem sagt á hvað heitir þetta? Invitational móti, svona loka kvöld fyrir það og ég er spenntur að sjá hvernig, það er líka
cool að sjá hverjir eru einmitt hérna á listanum eins og er. Við tökum þetta í lok mótsins, þá ætlum ég að reyna að sýna fólki hvernig það er. Við erum að vera með meiri kynningu á það líka. Ég á eftir að gera smá hérna svona grafík fyrir það sem ég mun setja inn á serverinn. Þannig endilega tjekkið á því þegar það kemur út. Heyrðu, það erum að byrja síns mér. Nei, þeir eru að fara í button check. Jú. Þessi hver er ekki að fylgjast með. Sorry, það var bara þegar ég glemdi að þið byrja að restarta leiknum og það tekur 80 ára að reyna að byrja eitthvað. Nei, verða að vera að fylgjast með sko, eins og ég var á þegar ég setti 1 stig á Ómar sem fyrsti leikurinn hérna. Það var alveg vel gert hjá mér sko. Hérna eru þeir að gera sér tilbúna og sjá hvort að takarnir virki ekki. Það verður að hafa takarnir sína. Ég er náttúrulega þekktur þeirra að segja það sko. Sko, sérstaklega ef þú ert ekki að nota basic button, til dæmis eins og Magic sem spilar á leikarborðinu. Það viltu náttúrulega vera að passa það að punchið sé á réttum stað því annars eru allir kombóðanir þínir fannir í rúst. Nákvæmlega. Hérna kemur það Elfelt. Elfelt vs. Chip. Loser quarterfinals hérna. Ómar og Magic. Ég byrja bara smá að bakka. Svona að finna fyrir því hvernig þið ætla að gera þetta. Hann followar ekki áfram í rekkaðið. Ok, nær hann mér nú á overheadinu, finnir sjálf með Flottur í vegnum. heavy-inu. Nær hann með rekkaðinu. Spurningu hann ef að þeir voru nú eitthvað að spila, nei ég veit ekki hvort Ómar var þess að spila, en það var alltaf hann hérna, Magic var alltaf að spila í gær eitthvað aðeins og það er spurning hvort að hann muni færa sig yfir ef þetta byrjar að vera eitthvað aðeins verra, en ég held að hann ætlaði nú að reyna að taka Chip á meirhlutan á mótinu allavega. Já, hann er eiginlega bara búinn að vera að fókusa á Chip, svo spurning hvort að hinni karakternar séu nógu þjálfaðir til þess að taka þetta. Halló. Það er Ingi kominn aftur. Komin aftur, já. Ok, báðir Rómin kemst á, nær honum hérna með heavy-inu. Ok, stoppa bara smá, við varum að bíða eftir einhverju. Ok, það er cross-up. nær honum með nice counter. Good. Heldur ekki áfram í overheadið. Nei. Vel nefnilega ekki vera of obvious með það. Fer í overheadið og gerir jump slash inn í vegginn. Nú Róma með burst en það er spurning hvað hann ætlar að gera. Æ. Ok, hann ákveður ekki að nota. Og deyr með burstið. Ok, fyrsti leikur á hann Magic. Nær hann í aðeins XP-inu. Burstar hann inn í hornið. Nær throw. Ok, hittir hann ekki með Alpha Blade-inu en bara gerir cross-up. Blokkar overheadið. Hann backtar sér en hann backtar sér aðeins svo snemma en náði samt að punisha command throwið. Ok, reynir að 6-spía eitthvað forward slash. Blokkar shurikenið. Ok, hann fær chipa. Ok, reynir að fara áfram með Bomb-Bomb Chocolate. Super. Nei, inn í barslamið, inn í Bomb-Bomb Chocolate. Inn í rekkaðið. Nei, ekki alveg. Og nær cross-upinu. Mjög næs. Ok, hérna reyna að sóna hann út hérna með byssunni. Alpha Blade. Ok, gískar á overheadið er ekki trættur við seinna hittið. Nice super. Fer inn í reversal superið. Gerir ágætlega mikið damage þar, hann er komin niður í 50%. Nú er hann komin inn í hornið og nú er hann að passa sig. Hoppar, mjög næs. Ok, blokkar byrjun á rekkaðinu. Magic er að passa sig að ekki overcommitta. Nær honum inn með force slashinu. Nær honum með overheadinu í cancelinu. Ok, blokka lóið. Reynir að randa upp 6-spía en nær því ekki. Ok.
Ok. Nær honum hérna með JD-inu. Æ, nei. 6H! Og inn í tight drop combo, þetta getur verið wall carry. Nei, Ekki hann alveg. droppar rétt svo í lokin. En nú er hann komin inn í wall stickið, já, og gerir 6H-ið. Backdashar, fárslashið. Nær bombum sjokolatinu á 6P. Ok. Nice burst bait. Nei. Það tekur Magic leik 2. Það leit út svo að eitthvað finna eitthvað út úr þessu, þú veist ná. Þetta er tricky, sko, Já, Karl. þetta er really tricky. Ég var bara fighting eitthvað Magic rétt áðan, eitthvað. Og ég hafði búinn að gleyma hvað scary Chip getur verið. Einmitt. Ok. Nice 6P á hann. Nice block. Blokkar overheadi hérna. Ok. Inn í hornið. Notar overheadi úr rekkaðinu. Og náði. Og inn í wall stick og nærði. Ok. Ómar er ekki dottinn út alveg strax, hann er með hérna með burst. Nú er... Ok, nær ekki að hitta klónan, en nú er hann komin í corner pressure, nær ekki að hitta hann. Ok, hann nær að voita skotið, blokkar cross-upið. Í gamla bleitið, nær cross-up með jump slashinu, en nær ekki að hitta hérna 6H-ið. Nær 6P. Nú er Ómar smá í piklu. Nær að hitta við skotin og beitar út mash. How can Chip make a rope if it looks so scary? Það er scary því að hann getur skipt staðsendingu. Já. Ok, game set point fyrir Magic. Nær að 6P-a. Ómar þarf að vera smá aggressiv núna. Hann má ekki leyfa Magic að fá sitt turn. Já, nice burst bait! Ok. That was awesome. Okay. And Magic getur enda á turn it around. Ok, nær að blokka cross-upið. Inn í... ennþá inn. Okay. Já, ok. Og Ómar tekur leik. Og perfectar hann. Wow. Svo Ómar er enda inn í þessu. Ekki úr alveg strax. Nei. He's not letting this go down to a 0. Nei. Nær að blokka lóið. Hann er hrætt að Magic er að passa sig aðeins meira núna. Hann er ekki að spila alveg jafn aggressiv á hann. Ég held að báðir alveg að reyna mjög varlega på því. Nær throw! Ok. Báðir alveg... Nær honum hérna með jump. Cautious as possible. Hann nær honum með, sem sagt, ég held að það sé air dash inn í JK. Ok. Clones. Ok, nær að blokka hérna, blokkar ekki overheadið. Hann vill ekki nota burst sitt alveg strax. Ok, hann byrjar eftir wallbreakinu. Ok. En nú er Ómar með 2 meter. Nú er Ómar pínu leið og hann blokkar þetta þá er hann komin í smá advantage. Gott hérna Yellow Roman cancel hjá honum. Nei, hann DP-ar! Hann var að reyna að gera rekka en hann DP-ar! Æ, nei. Hann fokkuð upp inputinu. Always a massive loss when that happens. Já. It always hurts to see. Ok, hoppar yfir, nær hann með jump slashinu. Ok, hittar hann með lóina, hann býst við overheadinu. Það var hann eina skiptið sem hann býst ekki við því, þá er overheadið komið. Gott burst hjá honum Ómari. Nær að koma sér innan Magic. Hann getur, ok, hittar hann með skotinu svo hann sé ekki immediate, nær hann hérna með command throw. Það er perfect? Nei, þetta er ekki alveg perfect. Hann var hittur af einu, hann þurfti að blokka skotið svo hann var chipped. Núna once again game set Hann var point fyrir chipped Magic. enough. Magic þarf bara að vinna þetta og svo Run in 5k. Nú er Magic á set point og Ómar þarf að passa sig aftur.
Oh my nær god. ekki að predicta cross-upið. Ok, nær samt throw á hann. Nú Okay. þarf hann að passa sig samt á DP-inu og burstinu. Nice, annar burst bait! Óvar er Glóðan catch master Ómar. of burst baiting. Það er rosalega hvað hann er góður í því. Okay. Hann er eins og hann getur séð, hann er eins og hann getur séð framtíðinu. Nær cross-up með Alpha Blade. Hann enda með burst. Nú vil hann passa sig og hann er með, hann er bara að safna upp meter. Oh, Hann vil safna, ok, hann vil approacha hérna oh með. danger. Ói. Nei, þeir eru báðir bara að standa kjörir. Oh, Þetta er they're fighting scary. danger. Þetta er scary. Ok, nær að burst hann í burtu. Nær ekki að hitta með bólutinu. Nú er hann komin í smá vandastöðu. Nær cross-upinu með Bomba Chocolate inn í death. Klárar þetta? Já. Okay. Vel gert. 2-2 fyrir Ómar Magic. Maður. Þetta... Ómar er að pulla henni í gegn. Það er rosalegt hvað hann er að Oh my hann er hanging on by a thread hérna. Já. Spurningin er nú, hver fer að take that third win out? In this case, fifth. Ok, næra blokk, næra Oh. punisha hérna tightropeið. Ok, blokkar orðið Æ, en hann hann reyndi að whippar grípa. throw. Ok, gott Yellow Roman cancel frá honum, en hann missa dashið. Hann lappaði bara upp á honum. Oh. Ok, nú er hann komin inn í hornið. Okay. Ok, gera command throw. En nú er Ómar með 2 meter. Okay. Hann er basically með 2 meter. Ok, hann backdashar, forslashið. Ok, það eru 6p. 6p þann rekkaðið. Wow. Ekki ofta við sjáum það, held ég. Ok, giskar overheadið. Nú þarf hann Ómar bara að bíða. Hann er búinn að nota bæði meterinn sín. Ok, run in 5k, inn í rekka, inn í jump 8 og hann er komin inn og hann jumpar throwið, það punishar ekki. Og hann á það match point fyrir Ómar. Oh my god, þetta er svo tense. Ok, byrja gott. Ok, blokka lowið í hana. Hann whippar 6p. 6p, ok, nice. Ok, nú er hann saman með burst. Magic með burst, það þarf að passa sig. Ok, næra bursta. Ok, já, gott DP hjá honum. Blokkar overheadið. Rekka, þetta er scary. 6p. Hann er með meter. Hann næra ekki alveg klára. Nú þarf hann að passa sig. Hann blokkar ekki second hitið. Oh my god. Hann er bara sónan út með hérna. Hann er bæði með burst og meter. Hann þarf að passa sig. Hann gerir Alpha Blade en hann hittir ekki. Og hittir hann hinum einn. Ómar náði því! Nei! Og nær honum hérna með 2K-inu. Ómar pullar í gegn og tekur comeback. Wow! Hann nær þessu. Já, hann lítur bara alveg exhausted alveg frá allir þessu. Ómar trúir þessu alltaf sjálfur. I just look at him hug it out. Ég bara, look at him hug it out. Ómar. Oh my god. Þetta var spennandi. Þetta var rosalegt. Ómar alveg bara pulled alveg alveg like zero comeback með þetta. Ég held að hann hafi meira sér verið á matchpointan Magic þegar Já, Ómar hann var tók comebackið sitt, 2 leiki og síðan bara Svo bara, náði þessu. já, Það var rosalegt, ok. ok, Nú er Hihi sem sagt against Moon. Hihi Moon. Já, Já. svo, hvað heldur hann byrjað með? Eitthvað, Sin eða... Hann tekur sinn. Hann er með Pocket Angie-in fyrir Slayer matchupi specifically. Sem Angie, það vilt ekki vera að kemja móti HP Chaos vegna þess að ef þú reynir að nota spinnið þitt þá er bara hægt að, þá getur hann sem sagt bara skotið, já það passa mig að vera ekki of langt til hægri. Nei, ef hann sem sagt skýtur þig, sem ef hann skýtur þig þegar þú ert í spinninu, þá ertu bara fastur. Þá þarftu annarkvort að gera follow through eða cancel. Sem að þýðir að ef þú gerir move þá getur hann runnað upp og punisha moveið. Þú vilt helst ekki vera að gera spinn sem sagt á móti Happy Chaos, en Sin er sem sagt með bæði Elk-Hunt og Gazelle Step sem eru neutral skips sem hann getur notað þegar hann getur spottað reloadið til dæmis. Það getur hann notað það bara til að koma sér inn.
svo mér finnst miklu líklegra að hann ætli bara að stikka með sin í þessu matchupi. Já, en já, þetta alveg búin að vera spennandi top 8 hjá okkur. Já, þetta búið að vera rosalega spennandi. Kannski ekki eins spennandi, kannski eina sem var ekki mjög einspennandi var eitthvað pot chip match. Ég veit ekki hver þessi pot-gauð var, hann var ekki alveg nógu góður. En, Hey, banna downpaysi svona. Ok, þeir eru að taka ban check. Já, en for the most part, þetta alveg búin að vera sjúklega flott hjá öllum hérna. Þetta er búið að vera rosalegi leikir hérna. Já, og ég held að Hihi og Moon is not gonna be any different. Sko, ég er aðalega spenntur að sjá hvernig hann Hihi ætlar að díla við Happy Chaos, því hann hefur sjálfur sagt að hann þolir ekki Happy Chaos eins og margir. Já. Þannig að ég ætla að fá að sjá hvort hann sé búinn að æfa þetta matchup specifically. Eða hvort hann ætli bara að reyna að nota sama strategi og notar á móti mörgum zoners. Ég meina, þú þekki Hihi alveg nógu vel. Hihi á það til að, sem sagt, ekki það ég sé að fara að spoila battle strategíun hans núna, sko. En spurningin minni er bara, heldur hann hafði alveg nóga tíma til að læða the Happy Chaos matchup? Hann er ekki búinn að vera að æfa sig eitthvað rosalega mikið fyrir þetta mót heldur, hann er bara rosalega góður. Og líka Moon er alveg búinn að vera standið svo mér Moon er búinn að vera að æfa sig og ég vissum hann hefur bara svo mótið fullt af sins. En málið með Hihi er að hann er búinn að vera að bæta sig í er að mixa upp, sem sagt, hvenær hann gerir overhead og hvenær hann gerir low. Já. Hann átti þetta mjög til að gera low á sömu stöðum og overhead á sömu stöðum vegna þess að hann fær sérstækt reward af overheadinu og ekki reward af lowinu. Okay, núna byrjum við bara. Og við erum að spila þetta með cyberpunk music. My kind of music. En hann Hihi, sem sagt. Ok, burst. Búinn að vera snöðs rosalega vel í því að mig. Ok, nætt DP-inu, hann er ekki træddur. Já, þú verður að passa það á second hitinu þarna. Inn í throwið. Inn í counter hit, hann reynir að masha. Og wait for throw, en gerir purple one cancel, hann blokkar ekki. Ok, nota yellow roman cancel sitt. Ok, wait for beat driverinn hana. Ok, hoppar yfir, Moon er að reyna að zóna hann aðeins út. Í þessu matchupi vill Moon helst halda honum aðeins í burtu. Sjáu þetta. Ok, þetta en að Punisher ranninni á einu X-makkina. Ok, tekur Moon hérna fyrsta hjarta, fyrsta round. Oh, what a cross-up. Þetta er rosalega cross-up að JK aðeins. Ok. God. Stompar hann niður, inn í throw. Inn í cross-up. Þetta stomp, maður, svo gott. Ok, gott að notar Gazelle step á vitlausum tíma. Og grípur hann úr því. Hann Moon er alveg bara svo confident in his throws. Moon er rosalega mikill thrower. Ég held að Hihi þurfa að passa sig á því að sem sagt reyna að beita þau út meira. Já. Ok, nær cross-upin á hann. Ok, forcer út burstið. Ok, nær hann juggler-honum inn í hornið. Er ekki með super mirror til að klára það. Vá, hvað hann er góður að reloada. Ok, fókus er samt alveg að vera búið, en hann nær ekki að blokka. Ok, hann ákveður að retreata þegar hann er búið með fókusið sitt. Áhugavert. Ok, gott yellow roman cancel. Inn í punish, inn í full combo, 3 stamina. Það er vekkinn. Nei, ekki alveg. Hann ákveður ekki að klára það. Það gæti bitnað á honum. Hann vildi hafa mýra. Ó, nær alveg með 2-essinu inn í DP. Og nú fær hann að nota staminaði sem hann sparaði. Það var sniðugt hjá honum. Nice. Ok. Ok, reynir að hérna fá forward slash. Inn í JS. Blokkar cross-upið. Nú er hann að passa sig. Náðu honum. Ok, recover our focus. Hann er pínir bara að hoppa í kring. Hann nær, hann við fyrir 6-pínu. Ok, hann blokkar overhead, hann Moon. Ok, nær hérna trippinu. Er thrown.
er Og þróun þróun aftur. aftur. Ok, næri ekki Roman cancelinu fyrir það samt, en skiptir ekki máli, hann skýtur hann bara á jörðinu og fær wallstick. Guð minn góður. Ok. Hei, hann átt að snúa þessu við. Ó. Nú er Moon Alright. með burst samt. Get back over there. Æ, nei. Nei, hann er að fara að hitta hann, þetta er ekki invincible. Já, ok. Ó. Og ég held að hann hafi verið smá hissa að þetta hafi virkað. Ég held að hann hafi búist við því að leikurinn væri búinn, Já. hann hí. Það hafi geðið stundum þegar eitthvað. Já, stundum býst ekki við því að þú færð eitthvað sem þú færð Já. og þá veist ekki hvað það gera. Ok, Ok. og catchar hérna mash á wake up. Og Inn í X-makina. Þannig ég þarf að passa sig. Nú er Moon með bæði burst. Ok, nær hérna Yellow Roman cancelinu. nær hann aftur. Ég held að þetta sé ekki búið. Gæti. Jú, nei, hann er með Sliver of Health. Hann Ok, getur ok. ennþá bringið þetta back. Hann ákveður ekki DP að hana. Ó. Ok, Ó, nei, nice JS! Og nær hann að koma um í hit hornið. Ó. Já, hann catchar Æ, jump! nei. Hann catchar jump! Ó nei, hann nær ekki að blokka það! Það var ennþá í animation held ég. Nei, ég sá hann lappa aftur á bak. Hann var með blokk tilbúið. Hann bara náði Nei. ekki að blokka cross-upið. Æ, ok, nei. Ok. Ok, Moon hérna með set match. Ok, DP. Hann hún er bara svo góð að bara Nice festa bar þig í slack. block string. Ég held að Moon, ég held að sem að Moon stragglar aðalega við er að hann á það til að masha dálítið mikið á wake up. En það er skiljanlegt þegar þú þekkir ekki karakterinn nógu vel, þá viltu bara reyna að finna gaps. Ok, gera aftur 6-8 hérna. Ok, blokkar J2K-ið. Ok, hann ákveður að bursta. Hann vill ná honum niður. Ég veit ekki hvort þetta hafi verið besti staðinu til að bursta. Hann var alveg með ágætlega mikið health eftir, en við sjáum til hvort það borgir sig núna. Hann nær backdashinu. Það er sem að þýðir að nú þarf hann að blokka. Hann er að fara inn í throw, já. Throw. Alright. Það þarf að vera að passa sig sko að pínu svona masha. Ó. Náða með að sjára þig, en nei. Ok, hann ákveður ekki að nota super. Ok, það geti kostað hann. Ok, nær, hann reynir að masha. Hann hafði burst. Ok, verður að passa þetta, ná perfect shotinu. Ok, hann reynir að beita út DP-ið. Og núna Moon á game set point. Vá maður. Og inn í 2S-ið, þetta er stórt 2S. Ok, hann DP-ar. Eitthvað kakla þetta Super Mario. Finger Pawns. Stomping on Koopas, eins Já. og Chris Pratt segir. Ó, guð minn góður maður. Nú þar nær hann með overheadinu. Nei, hann whippar close slashið. Ó, nei. Vittu hvað? Þetta breakaði wall. Ok, nú er hann með meter og hann er að fara að ná superinu á wall break held ég. Ok. Já. Já. Nei, hann er ekki með nóg. Hann Ó, er nei, rétt já. og ekki með nóg. Wrong meter. Ó, Og nei. ég held að hann myndi ná að byggja það upp í kombóinu. Nice, Blue Roman cancel, Ok. hann var að búast við því. Æ, Inn í kombó. Nei, hann býst við burst. Throw. Wow. Hann tekur þetta hí-hí. Hann næri einum leik. Hann er ekki búinn strax. Þetta var some insane. Þetta var rosalegt eitthvað. air throw. Ég hefði Já. aldrei getað náð þessu. Nei, aldrei, já. Oh, nice roll. Hann reynir að masha. Nice DP. Ok, hann force ætlar út að masha force út DP. burstið. Ef að þú fær burst á Happy Chaos early game, þá er það eiginlega bara GG, svo því að Happy Chaos hefur ekki neitt annað. Ok, kemur hann í vegginn. Nei, hann whiffar 6K-ið sitt. Hann whiffar throw. Oh. Hann er smá stressaðan, hí-hí. Já. Minna, með Moons Happy Chaos, ég myndi alveg skilja við að stressa það. Ó, nei, hann náði ekki. Hann nærði því ekki. Ok, hí fekk svona second Æ, like hérna. nei. Ó, ok, er hitturinn á lóinu. Reynir að approacha með L-kant, en það næri ekki alveg nóga langt. Ok, og núna er Moon aftur komið á game set point.
nær Hihi að taka það aftur tilbaka. Ok, byrjar leikinn á Elkan. Hann getur alveg, hefur sjans að því. Hihi á það til að taka svona comebacks. Ok, Já. tekur eina big driver. Hann reynir að mash en 2S kemst í gegn. Nice purple Roman cancel. En hann næra að blokka það en Moon. Overheadið. Ekkert follow-up samt. Þú verður að horfa á mýrur eða hann sinn til að vita hvernig það er follow-up. Hann er punishable þarna. Ok, passa sig á 5D-unum og þróunum sko. Új, hann reynir að punisha jumpinni en nærði ekki alveg. Ok, nú er hann sem er full stamina. Ó, þetta geti hafa verið smá lélegt Deus hérna. Új, nær hann með DP inn í vegginn og tekur leik. Ok, þeir eru báðir með jafn mikið resources. Nú er bara spurning hver. Ó, hann punishar hérna Elkandið. Ég held að hann Hihi er að reyna að búast við backdash en Moon er aðeins meiri jumper. Hann er svona eins og hann Magic, hann er svona smash player. Já. Ó. Ok. Nú fáum við að sjá. Ok, ídrar hann í burtu, hann reynir að punisha hérna með K-inu. Nice JS! Ok. Vel gett Hihi. Ok. Nei, Oh my god. Ok, nær að beita út samt, nær að beita út. Hvað er þetta matchup? Nær þró. Hann er að búast til burstinu. Nice burst hjá þeim. Hann er að reyna að gera þetta. Hann er samt svo lítið mýrur. Hann ákveður ekki plöða. Nær honum með wild assaultinu. Rosalegt. Wow. Þetta, ok, núna er bara 2-2 fyrir þetta matchup. Já. Hihi er búinn að koma sér tilbaka. Hann er búinn að fatta þetta matchup aðeins betur. Ok, Moon er að forsa burstið snemma hjá Hihi. Ok, inn í Gazelle step throw. Þetta, þú verður að passa þig á þessu. Þetta er rosalega gott. Þetta er rosalega gott, já. Ok. Ok, reynir að gera JS en Moon extendar ekki með henni move. Ok, blokkar hérna Elkan til low. Hann backdashar og nær hann með 6P-inu. Hann hoppar yfir cursið. Nú er hann samt running out of bullets. Já, nú viltu approacha. Ok. Inn í vegginn. Hann er ekki... Ok, nú er hann með 2 stamina bar það bil. Nei! Og nær DP-inu. Og nær að finisha hérna með 1 stamina. Núna Hihi komin á game set point. Hihi búinn að snúa sig við. Oh my god. 2S. Moon reynir að approacha hérna með mjög high risk move. Ok. Það er spurning hvort að þetta hafi verið rétt, því að nú ertu... Já, það er spurning hvort það sé rétt mál að gera shieldið einmitt þarna. Ok, hann nær honum hérna með close slashinu. Hún er ekki alveg farin úr þessu strax. Ok, Yellow Roman cancel. Inn í Gazelle step throw. Hann nær ekki að gera Oki með 6K-inu. Ok, flott burst hjá honum. Hihi, nú er að curse á honum, nú þarf hann að dashblokka. Nær honum að hitta hann inn á milli. Ok, notar meter sitt til að fá fókus aftur. Nær að hitta með 5D-inu. Nei, það nær ekki. 6P-inu. Ok, game set match. Þetta er point match. Já, ég veit alveg hvað það meinar. Ok, hver næðið í þessu endanum? Ok, Moon hérna byrjar vel. Kom með Hihi í hornið. Ok. Ok, blokkar second hitið. Ok, nær ekki að punisha jump-innið í þetta skipti. Ok, burstað. Hann gæti verið að catcha JS-ið. Já, hann nær JS-inu þarna. Hann vippar 5D-inu. Hann nær reversalinu. Og nær í vegginn. Hann snúa honum við í vegginn. Ok, nú er hann í positive. Hann reynir að masha. Force root burstið. Ok, dash blocking. Nei, oi. Það er spurning hvort hann hefði bara viljað blokka alveg. Ok, nice Yellow Roman cancel. Új. Catcha backdashið hjá honum Moon. Hann er að reyna að gera jumps svo að það nái fókus. Nei, hann reynir að masha á 2D-inu. DP, heitti með second hitin á DP. Þetta er svo crazy. Gazelle step inn í throw. Ok, þetta getur verið búið, þetta er búið. Ekki alveg. Inn í throw og Hihi nær að snúa sig við. Moon er devastated. Hann trúir þess ekki. Þetta var bara a look of disbelief if I've ever seen it. Hihi nær að koma sér upp í losers semifinal á móti
á móti Móti Ómar, já. Ómari. Wow. Vá maður. Ég trú ekki að hann hafi náðið að snúða þessu við. Já. Ég meina, þetta er hiki, eitthvað svo... He comeback, eins og maður segir. Já, svona. Hann er comeback king hér. Já. En þetta var svo close samt, eitthvað fyrir báða. Eitthvað. Vá maður. Þetta var bara, ég hef ekki meira intense heldur en mannsið áðan. Já. Ok, núna Þá er winners final. Það Já, er Cheap á móti Dan. 50, já. Og... ok, svo Slayer vs. Batman most likely. Líklegast. Já. Við fáum að sjá hvort þeir ætla að sýna okkur eitthvað nýtt. Já, Mér finnst það samt mjög ólíklegt. Já. Það gæti verið að Dan púli út Axl Lowersinn til að zóna Slayer out, en Batman er líklega betri. I mean, og akkur, þú veist, why not give the people what they want, eitthvað, þú veist, sem er bara, the Slayer vs. Dan. The people Batman. long for Batman vs. Slayer. Já. Gangi ykkur vel. Bara. Þeir eru þá að labba leikmenninir hérna við hliðina á okkur Já. og þeir eru að setjast niður og þeir ætla líklega að taka button check eins og hver einast annar leikmaður hingað til. En, hvað... En, já, spurningin er, hafið svona, hvað mikið hafði Dan 50 búin að læða með against Slayer matchupið, af því ég veit að við búin að heyra að hann búin að spila Slayer fyrir svona casual fun, eitthvað recently. Svo hann definitely hefur mjög góð hugmynd hvað karakterinn getur gert. Svo spurningin er bara hvað mikið getur að hjálpa honum. En já, núna er það bara button check, þú veist ná. Og ég er núna aðeins late með commentary. Ég vona að allir sem er búin að horfa á streamið er búin að have a good time. Þetta er definitely búin að vera alveg tense, craziest eitthvað Guilty Gear top 8 sem ég er búin að horfa í in a while. Ég kannski sagði það sama síðasta, en þetta er bara the effect sem Guilty Gear hefur á mann í alvegni. Af því you think you've seen it all, og svo bara kemur ykkur eins og Moon með svona alveg mjög tough, alveg happy chaos, og svo bara hí með svona the usual svona crazy hí comeback svona. Og þetta var bara svo close, eitthvað, maður sá andlitið á Moon at the end, eitthvað hvernig þetta virkaði fyrir hí. Duel 1. Og já, þetta er ennþá button check. Já, þetta er ennþá button check. Ok, það lítið að vera núna eins með tilbúinir. Núna er ég ekki lengur late í commentary. Nei. Heyrðu. Já, það er Batman vs. Slayer. Já. Það er verið að taka það. Ok. Og já, við erum að fara að sjá hvort eitthvað Dan að spila Slayer casually þess að síðan að hjálpa honum með þetta. Duel 1. Já. Þetta er alltaf matchup sem það er búin að sjá oft hérna í Winners Finals. Já. Ok, Ok, næra punisha hérna whip, step low. Ok, næra jump in overheadið. Næra close slash counter hit. Dan tekur hérna, Já, þú fæði ekki að gera neitt. Dan tekur hérna burstið inn í hornið. Og yellow, Þín low. Nú er Dan með 2 meter, já. Já. Þetta lítur eins og Dan's usual Batman. Ok, allt í lagi.
Dandy step. Okay, og næn í veggið. Það hafði ekki nóg meira fyrir super, svo. Þetta cross-up dæmi hjá Chief, þetta bara svo... Og nærunum cross-up pælbangar. I have a hard time keeping up, eitthvað. Ég get ekki blokkað þetta. Nei, alls ekki ég heldur. Okay. Og burst frá Dan. Okay. Okay. Nærun í veggið. Once again ekki nóg mínar fyrir super. Hann alltaf að ná honum jumping. Og þetta hlýtur að vera komið. Okay, fyrsti leikur fyrir Chief. Næra snúa sig við. Það er the $1 million question. Það er þetta anti-air. Hansinu. Okay. Nice JS. Nice dandy step. Okay. Red Roman cancel, einn í pálbankur loops. Og beint í wall stick og nær hann hérna með, nei ég held að það sé 5K. Þú veist betur en ég. Okay. Round fed to Dan. Duel 2. Let's rock. Næra Punisher jumpi hérna með JP-inu sínum. Inn í pálbankur og hann er kominn Wow. aftur í vegginn og inn í wall stick. Já. Og næður við super hann bara ákveður ekki að nota superið, hann vil hafa mirrorið fyrir eitthvað seinna. Inn í Roman cancelið, hann reynir að burst bit hann vildi spara fyrir burst bitið. Já, ég sé það nú. Okay. Hann Dan ákveður ekki að nota burstið. Skiljanlega. Núna. Hann er ekki svona hero bursting eins og, hann er ekki hero bursting maður eins og hann Chief nefnilega. Counter. Okay. Það ekki líta mjög vel fyrir Chief. Þetta líta að koma fyrir Dan. Nei, hann... Okay. Það er svo leikur 2 fyrir til Dan. Heiði í slákana að hafa eitthvað svona casual banter, eitthvað. Að make to the match. Ok. Nær honum hérna inn í explosion og nær honum inn í wall stick, inn í wall og break. Var ekki viss hvað þetta var intentional baiting map. En hann náði því. Og nær honum hérna í perfectinu. Nei, er Dan eitthvað búinn að figure this out? Gæti verið. Ok, ákvæður að nota hérna close slice nú þannig að passa. Ok, hérna fattar hann eftir að nota 2H-ið. Punisher með 2P-inu sínu. Inn í explosion, þetta gerir alveg rosalega mikið damage. Hann reynir að gera lowið en hann er ekki að ná þessu óki. Nei. Wow, sástu þetta. Reversal super. Nær ekki alveg hitt hann. Nice 6P. Já, ok. Og leikur 2 fyrir Dan. Ljótur leikur 3. Duel 1. Guys. Og Chief ekki að enda á stick með Slayer. Já. Ok, nær hérna inn í guard crushið. Ok, nær að punisha errorið. Inn í cross-up. Ok, blokkar ekki. Nice throw.
Ok, bite. Spinning command throw. Ok, nice reversal hjá honum Dan. Nice standy step. Ok. Og ég held að þetta, nei ekki alveg. Já, núna næja hann í. Ok. Dan á game set point. Duel 2. Let's rock. Ok, Oh, nice sweep. too deep. Wow. Okay, sweep. Oh, overhead. How about one more hit to know the round? Okay. Afterlay. Okay. Okay. Chief enda í þessu. Duel 3. Let's rock. Oh, nice starting kick. Ok. Nær að jump yfir 2H-ið. Okay. Nær að punish sprenguna. Já. Ok, nice 2P mash. Whiffar pælbankurinn. Ok. Counter hit úr error, en hann nær hérna með JS-inu. Kom honum inn. Nú er hann smá afturfættinum hann Crownless nú að koma sér inn, en nú gæti hann verið komið alvöru combo. Og inn í super. Ok, fær ekki clean hitið. Nice cross-up og nær að air throw hann. Reynir að punisha jumpið með close slash en það nær ekki alveg nóg á. Nice deflect shield. Spurning hvort hann er með full burst speed. Ok, nær þá að punisha mappa hann shit. Og þá tekur Dan þennan leik og movear on to Grand Finals winner side. En áður við komast á því, þá fyrir við til Losers Finals. Nei, ég held að það sé Losers semifinal fyrst. Það er Hihi gegn Ómari. Já, það er rétt. Askaði mig, ég er alveg búinn að gleyma hvernig brackets work hérna. Nei, við erum nýlega búin að breyta þessu, þegar við erum búin að breyta þessu svona nýlega, þá er skiljanlegt að fatta ekki alveg hvað er í gangi. Já. Ég hugsa að ná mig eitthvað að dekka, svo ég... Ok. Jæja, Ómar og Hihi. Já, Hihi náði náttúrulega rosalega comeback á móti Moon áðan, en ég held að Happy KO sé matchupið sem hann strugglar mest við. Ég held að muni eiga mikið auðveldara með það að keppa á móti Ómari. En Ómar er sjálfur búinn að sýna að hann er rosalega sterkur, sérstaklega í Dan 50 matchupinu áðan, þegar hann tók einn leik, ef ég man rétt. Svo að ég held að við viljum bara bíða og sjá hérna. Hann Ómar fer í klassíska 8. litinn, það er uppáhaldsliturinn hans. Og þeir taka annað button check. Ok, check hérna heavy buttonu sinum, check hérna DP inputinu sinu, check á backdash. Ég veit ekki hvernig þeir eru ekki að nota burstið sitt. Svona. Ok. Það er hérna wrong með cancelinu. Ómar þarf ekkert að kíkja á sitt. Ok. Það þá Sin á móti Elfelt. Ég er komin aftur. Og, já. Ég held að þetta matchup er frekar interesting. Því að Ómar og Hihi keppa rosalega lítið á móti hver öðrum utan móta.
Ok. og ég hef aldrei heyrt Hihi eitthvað tala rosalega mikið Elfall matchupið, svo það geti verið að hann sé eigi erfitt með það eða eigi auðvelt með það. Sjáum bara hvernig hann respondað. Ok, followar ekki upp hérna eftir overheadið. Ok, kemur hann við combo, að reyna burst beita, nær throw-inu hérna. Ok, gott DP hjá hennum, Hihi. Notar ekki stamina í followa. Wow. Ok, gott burst hjá Hihi. Oh, nice sweep. Ok, Gazelle step inn í throw, klassíst. Overhead, yes. Okay. Já, keep it nice distance. HP, hann var að búast við þessu hoppi. Já. Okay. In your head, inn í Roman cancel-ið. Já. Já, En mjög ekki. nice. Og 5K-ið inn í wall break. Þau ætti ekki einu sinni super fyrir þetta. Fyrsta round á Hihi. Oh! Not in the face. Já. Ég ekki. Ok, flott combo hérna hjá Ómari. Að blokka hérna anti-air. flowið. Hann með meter. Náði Næri ekki ekki alveg. Red Roman cancel-inu. Hann var rosalega nálægt í. Þetta geti kostað hann, en ekki hann alveg. næri þessu. Frekar jafnt hingað til. Ok. Já, þú verður að passa þig að bara blokka hana. Þú getur ekki gert neitt sko ef hann að gera þetta move. Oh, náði overhead. Ok, ég að reyna að burst þetta. Já. Allt í lagi. Ok, bakar svona pínu á, þeir reyna að póka. Hann notar hérna projectile sitt, hann Ómar. Ok, nær Elkant lóinu og gerir throw. Svo fyrsti leikur fyrir til Hihi. Já. Þannig að grabba hann. Nice throw. Overhead. Inn í combo, inn í DP-ið. En nú er hann bara með 1 stamina bar og ekkert meter. Hann er samt positive. Nice base bird. Bait burst. Bait bird, Já, sorry. einmitt. I don't do words good. Nei, Nei, hann hafði ekki super. Ok, cancelar samt, nota bara allt meter. Whiffar air throw. En ekkert punish. Ok. Nær að klára hérna combo er með burst og kom með 1 round. Og var það smá á. Nú þarf Hihi að passa sig. Ok, nær honum hérna með, ég held að sé 2S. Ok, blokkar hérna Elkant. Nice backdash. Ok. Já, mér sýnir Ómar ætti að klára þetta að taka leik 2. Já. Tekur Ómar leik 2. Já. Það er þá 1-1 fyrir drengjanum. Right. Byrja strax aftur. Engin pása. Engin pása fyrir þessu, tror ég. Nei, alltaf þetta. Ok. Nær, Ómar hlýtur að blokkar vera- overheadið. Ok, nice, Ómar hlýtur nice að vera throw nógu break. góður til Nær að throwinu sig fyrir úr því. Bomb Chocolate. Hann gerir ekki follow-upið úr. Ok, What a hit. nice. Er komið með hann í hornið Og og inn í nær vegginn. einmitt í hann superinu. Ekki clean hit samt. Nei. Annað throw inn í náði Roman þessu. cancel. Já, nú getur Ómar ekki gert neitt, hann getur ekki burstað. Ekki það hann hefði viljað burstað hann. Það hefði verið ansi mikið hero burst. Já. Nice Í- DP úr whiff rekka. Ok. Ok, Hihi það aðeins að lóa sig með the grabs núna held ég. Ok. Finnst Bomb skemmt best. að þróa, en nú er hann Já. komið burst. Ok, giskar rétt á cross-upið.
Já, það að segja, það var ekki cross-up. Ok, nær ekki að hitta hérna. Oh my god, sástu þetta? Já. Overhead, nær að blokka það. 6K. Vá, maður, ok, nær að 6P það, blokkar cross-upið. Já, ok, loksins náðu það eitt. Catch er þetta move. Nú er Ómar með burst. Nú verður hér bara... Nei! Aðeins of snemmt þetta DP. Ég veit ekki hvað Ómar vissi að hann myndi gera það at that moment. Ok, náðu í því núna. Ok. Við erum báðið að vera mjög careful right now. Ok, gott burst hjá honum. DP. Og... alveg. Náður með springina. Okkar rétt. Ég er samt að reyna að matcha út síðan mér. Nice! Yellow Roman cancel block. Nice dodge hjá Hihi á byssuna. Nær ekki að blokka overheadið. Nei. Og það er þá leik 2-1 fyrir Hihi. Já. Duel 1. Let's rock. Ok, nær hérna throw. Nú er hann í pressu. Ok, nær að throw tekka hérna. Þess aðstæði. Ok, blokkar ekki síðasta hittið af hérna jump attackinu. Ok, nice shot inn með JS-ið en nú er Ómar með burst. Já, hann kemur það. En nú er Hihi nefnilega með... Já, hann er svona smá advantage. Nú er Ómar ekki með neitt nefnilega. Nær hérna throwinu. Það er match point á Hihi. Ok. Nice. Like. Ok. Nei, DP-ar sprengjuna en er punished. Inn í wall stick. Já. Ok, Ómar er búinn að byggja smá burst. Hann að ferða upp ágætlega hratt. Raw throw tech. Nei. En nú er hann komið burst og þarf Hihi að beita út. Og hann beitaði út en hann bara blokkaði ekki. Hann hoppaði hana. Ok, burstar hann inn í hornið. Nú er Ómar... Hann nær að catcha hann á OG-inu. Og þá tekur Hihi þennan leik 3-1. Velgeð hjá báðum. Og þá fer Hihi áfram í Losers Final á móti Crownless Chief. Já, svona núna ef við actually komum með Losers Finals, ekki... Já, nú fáum við að sjá hvort hann ætlar að byrja á Angie eða hvort hann ætlar að reyna að taka fyrstu 2 leikina við sena aftur. Það er allavega hann fyrsta leikinn. Já. Og ef hann ákveður að fara Angie, hvort að hann Crownless ætlar að halda áfram á Slayer eða hvort hann ætlar að pikka grapplerkartir. Já, af því mér fannst eins og Hihi hafði alveg góð hugmynd að hafa svona að pocket Angie fyrir einhvern veginn Slayer. Já, en part of me eitthvað hugsað hvort hann kannski of seint til að skipta í síðast. Þeir sem eru með pockets eiga það til að gefa sér of lítið rými til þess að skipta og í staðinn fyrir að skipta eftir fyrsta leikinn þá reynir annan leik til að gá hvernig þeim gengur í staðinn fyrir að bara skipta eftir fyrsta og gá hvernig þeim gengur þann og ef þeim gengur verð þá getur náttúrulega alltaf skipt tilbaka. En það getur vel verið að sé ykkur önnur hugsun bak við það. Kannski að því það er alltaf svolítið svona weighing your options eitthvað svona pocket picks.
Því eins og kannski getur þið alveg ennþá gert það með eitthvað hit character. Já, eins og ég held, hann ætlar í Potemkin á móti Angie. Já, ok. Spurning hvort að hann... Þetta er kannski bara button check, svona characters. Við vitum alveg... Ég held að miðað við það sem við erum bara að sjá hinga til. Já. Mankind knew that they cannot change society. So instead of reflecting on them, Duel 1. Let's rock. Já, eins og við heyrðum, þá átti þetta ekki að vera button check fyrir hann að tæknimeisturinn okkar. En þú veist svona, með þessum leik, það getur stundum við eitthvað svona a technical issue or two. Það er better to be safe than sorry. Ó já, fyrir víst. Nú er ég spenntur að sjá hvernig hann ætlar að díla við Potemkin sem Angie, eða hvort hann ætlar mögulega að skipta aftur í sin þegar hann tapar einum leik. Alright, það er bara counterpick of a character, bara let's go. Ok. Það sjáum við hérna. Duel 1. Let's rock. Ok. Alright. Flott P inn í en strax inn í Potemkin Busterinn en Angie tankar það, hann er með svo mikið hjálp. Hann reyndar að fara í annan Potemkin Buster en er pínu knockdown hérna. Hann hittir hann í jumpinu. Ok. Býttu, hvað hitt hann þarna? Var þetta start-up eða lóin? Ó, nice. Það er góð spenning. Hann forsaði smá meter usage. Ó, annan Potemkin Buster hjá Crownless. Hann er að þursta fyrir þetta. Hann langar í þetta. Ó, throw! Sko, as a Potemkin main myself, ég skil það alveg. Ok, blokkar ekki overheadið. Nú þarf hann að vera í smá rekka. Ok, blokkar hann að lowið. Býst við því. Ok, yellow rowan cancel, flott. Nær að hitta jumpið. Nei, hann whiffar komboið! Hann var greinilega ekki með að Nova pocketið. Hann var aðeins svo djúpt í rasvasanum. Ok. Backdash á close slashið, inn í Potemkin Buster, mjög fljótt. Inn í Wild Assault, ok. Mashar út á Garuda Impact. Nær hann þannig með 2S-inu. Inn í Warp Rowan Cancel, en nær að bursta. Nær að cancel á spinnið. Startið að við. Mjög flott combo. Notar samt ekki meter. Hann hefði mögulega getað tekið þetta. Nice multi-hit. Nei, hann getur ekki notað meterið sitt. Nice reversal. Ég hafði hugsað að hann myndi vinna kombo þetta út í Heavenly Potemkin Buster. Kannski hafði ekki viðgæðins vel. Nice Potemkin Buster. Típ er bara að nota þessa Potemkin Buster sem ég veit ekki hvað. Catch hann vann í backdashinu. Nei, akkur... Ja, mashinu þar að segja. Nær hann þannig við close slashinu. Ja, force slashinu afsakið. Annar Potemkin Buster! Vá maður, ok, fyrsti leikur á Chief. Já. Spurning hvort hann ætlar að skipta. Nei, hann ætlar að halda áfram Angie. Byrju hver... Ok, já. Já, hann ætlar að halda áfram Angie, hann... Hihi. Throwar hann þarna. Gott block og góð burstið. Ok. So good buttons. Nice heavy slash þarna hjá honum. Inn í hoppar yfir Garuda Impacti, nær ekki að punisha það. Hoppar þarna og punishar Fujinið. Hann whiffar close slash og fer inn í Potemkin Buster. Hvað er í gangi? Góð spurning, ég veit það ekki. Ok, nær ekki að hitta hann á slide-headinu. Ok. Inn í jetpackið, ok, hoppar hérna yfir 6K-ið. Inn í jetpack aftur. Ok, nice parry. Ég hefði ekki treyst mér að gera það þannig eftir síðasta skiptið þar sem hann whiffaði og gerði inn í Potemkin Buster. Annan. Ekki dáinn alveg strax, sant? Hann er down núna. Já, hann reyndi örugglega að hoppa. Leikur 2, ok, hann ætlar að skipta yfir í sin.
Hann treystir sér ekki á Angie lengur í þetta. Sem skiljanlegt. Angie strugglar smá í Potemkin match okkur út. Hann svo reliant á sem sagt kýla karaktera. Karaktera sem kýla þig og eru nálægtir en Potemkin pínu bara grípur þig. Já. Ok, gott backdash þannig í byrjun. Æ, nei. Ég að bursta counter hitið. Nær jumpin hann með overheadinu. 6 PR. Inn í annað counter hit. Hvað er Crown vs. Masha? Hvað í gangi? Hann að leika sér eða? Gæti alveg við. Ok, hann var að búast upp á Potemkin. Hann er Potemkin Buster. Og þú sér hve miklu meira það gerir á þinn heldur en hann DP-ar en hann armorir í gegnum það. Þú sér bara hve miklu meira damage Angie getur tanka heldur en Sin. Þú sér það bara. Men Potemkin það er bara svo auðvelt bara til að fara að leika með sér eitthvað svona bara. Já, einmitt. Hann er svo stóra buttons. Ok, hann býst við megafistinu þarna en hann ítir á 6 speed aðeins og snemma. Ok. Nice overhead. Nær hann með heavy stashinu þarna inn. Nú er hann komin í hornið. Ok, nice DP út. Backslashar close-slashið inn í... Og nær hann þarna með heat-knuckleinu. Ok, hittar hann ekki með slide-headinu en 6 PR. Ok, blokkar og... Já. Hann er að reyna að chippa hún út með þetta. Hann er að beita... Ég held hann sé að reyna að beita út þarna... Ég held hann sé að reyna að beita út sem sagt Heavenly Potemkin Buster. Hann er að reyna að láta hann hoppa inn. Með svona lítið health, eitthvað... Ég veit ekki um það. Já, sjáðu. Já. Ok. Það er set point á Chief. Ég treysti ekki að Chief er eitthvað svona Potemkin player sem bara beitað út svona Heavenly Potemkin fyrir svona finish. Inn í jetpack. Inn í Mega Fist. Ok, gott DP hjá honum. Nice whiff punish. Það er að segja, hann punishaði að hann hélt að það væri hægt að whiff punisha hann þannig. Conor bashing. Ok, nær hann þannig með L-countinu. Potemkin tankar svo mikið damage. Hann catchar backdashið þannig með close-slashinu sínu. Inn í overheadið, sem hann nær að blokka. Inn í 2S. Inn í throw. Hann catchar hann að masha þannig. Hann var örugglega að reyna að ná Potemkin Busterunum á hann. Og þá tekur He 8 leik. Ekki búið alveg strax. Það er spurning hvort hann ætlar að skipta. Já, hann ætlar að skipta beint í Slayer. Já, það er svolítið surprised mig af því hann var alveg samt mjög close með þetta match á hann. Já, en hann var klárlega ekki nógu confident að vinna aftur út af því að við sáum að He var alveg að reyna að picka upp hvað hann átti að vera að gera á mótunum. Hann var að picka upp hve mikið hann var að masha og wicca. Ok, nærða hann með forslashinu. Punishar Big Driverinn. Nær að hitta Dandystemmi með Big Driverunum. Ok, close slash. Inn í overhead, blokkar það. Ok, gott yellow Roman cancel hérna hjá Chief. Blokkar ekki cross-upið. Sjáuð þið þetta? Inn í... Whiff gerir þarna. Nice DP. Ok, hittir ekki second hit á DP, svo fær ekki alveg kombo þarna. Og Chief er aftur kominn á set point. Já. Catchar þarna L-countið með 2H-inu. Such dandyism. Nice throw. Ok, catchar and mashing, inn í wall stick. Já, super, já. Kablamo. Ekki clean hit samt. Nær honum með 6K-inu. Hann er bara að blokka, hann vill ekki deyja. Og hann nær að bakka í burtu. Nice gazelle step inn í throw. Hann reynir að masha út, mjög nice. Þið að fara að sjá another He comeback. Sjáum til. Þetta er alveg ekki búið alveg strax. Nær hann með 2H-inu, strax burst hjá He, mjög sniðugt. Þú vilt ekki lenda í Slayer combo. Nær að 6P-an, en hann nær bara 2H-a. Slayer bara er ekkert, hann fær hlutið þótt hann sé punished. Nice bar slash. Ok, inn í super. Clean hit. Og það er svona even health footing. Inn í take throwið.
parry. Og Roman cancel. Risky super hjá Crownless. Já. Nei, og hann mashar að wake up og Hihi er kominn með annan leik. Ég veit ekki hvort hann var að reyna að beita eitthvað svona Giselle step með þetta super eða hvað, eitthvað. Gæti verið. En núna Okay, hefur tveipi báðum Já, að ok, nice DP, force root bursti. Og hann whiffar close slash. Hann DP-aði í gegn close slash, þarf að segja. Nice close slash punish. Inn í Red Roman cancel, inn í vegg. Nú þarf Hihi að passa sig. Ok, nice Red Roman cancel, inn í combo. Kominum í vegginn. Whiffar þarna 5H-inu. Og blokkar ekki 2H-ið. Game set point aftur fyrir Chief. Nice 2D. Inn í Pálbunker, bara strax inn í wallstick. Hvað er í gangi? Þetta er svo gott Þessi start. karakter er Oh my stúpid. god! Ok, gerir... Nei, þetta getur verið it. Ok, nice burst hjá Hihi. Hihi er ekki búinn alveg strax. Næra panika hérna, approach með 2. Þetta er komið. Það er búið. Já, inn í Pálbunker, inn í vegg. Já. Wall break. Og þá tekur Crownless þetta 3-2 og ætlar þá að færa sig upp í Grand Finals, loser side fyrir rematchið við Dan. Já. Og það er eins og við köllum þetta Dan Finals í aftur. Já. En Hihi stóð sig gríðarlega vel í þetta skipti, fékk aftur 3. sæti, en stóð sig mikið betur á þessu móti heldur en hún gekk á síðasta. Ok, my mistake, sorry. Ok, hefði ekki alveg hvað var sagt. Ég gleymd að Dan var ekki á síðasta móti. Já, það er sagt. Það var ekki alveg mót. Svo, eða bara alveg mót hjá okkur ef Dan eða bara hérna. Það er það sem að ég og Super MS segjum á minnstu kosti. En ok, Dan Crownless Grand Finals, við höfum verið hérna áður, oft áður. Já. Og við sáum hvernig honum gekk áðan á móti Batmaninum og við sáum að Batman hans Dan er scary eins og alltaf. Eins og alltaf, já. Þannig að við ætlum að sjá til hvort að hann sé búinn að fatta aðeins betur hvernig hann ætlar að takast á við matchupið eða hvort hann ætlar mögulega að skipta karakter. Ég veit minna, hvaða karakter getur þið eins og skiptað fyrir þú veist, að því... Ég veit ekki hvað góð Potemkin er á Batman en kannski ákveður Crownless að hann sé góður, ég veit ekki. En við sjáum bara til hvort hann ætlar að adapta eða hvort hann ætlar að skipta karakter. Ég er alltaf að spila mótið hann með Potemkin og það er alltaf að vera... It's bara oppressive. Já, þú sér það, hann er hérna að vera... Ok, hann ákveður að fara í Slayer. Ok, svo... Þetta er klassískt, Slayer vs. Batman. Já. Þetta er gamla góða sagan. Já. Það er alltaf button check. Alltaf button check. For good reasons. Ok. Ok. Fuck, slip. Am I over here? I'm over there. Up there. Down here. You never know. Já. Okay. En já, núna hérna við, ladies and gentlemen, Grand Finals með Dan 50 og Crownless Chief. Dan er winner side og Crownless er loser side. Já. Og það þýðir náttúrulega að Crownless þarf að vinna 6 leiki. Já. Sem að þýðir að þetta er smá uphill battle hjá honum. Þetta er smá brekka. En við sjáum til hvort hann sé búinn að... Dan er náttúrulega bara búinn að spila 2 leiki hingað til á meðan Crownless er búinn að vera að taka allavega einn í viðbót. Já. Svo við fáum að sjá hérna hvort að Crownless sé ennþá heitur eftir bardagann við Hihi. And we're on the moon. Okay. Nice burst bait hjá hann Dan. Byrjar strax leikinn vel. Ok, catchar hérna á mash síns mér. Já, reversalið. Nær punish hérna Crownless. Ok.
Ok, hann nær ekki að hitta alveg með þarna 2D-inu. Ekki alveg. Okay. En nú er hann komin aftur inn í hornið og catchar hérna jumpið sínist mér. The smooth catch. Hann var að búast til charge-inu. Yeah. Okay. That is such a good poke on the Slayer. Ok. Good parry. Nær hann í diskinn. Nú er hann Dan komin í hornið en hann mashar út. Hann veit hann er unsafe þannig. Ekki safe, ekki unsafe. Ooh, nice space. Nice poke með mappa hansinu. Inn í overheadið. Oh, inn í command throwið. Inn í annað command throw. Universal. Hann var örugglega að búast við fake outinu. Já. Mjög gott beit hérna hjá Crownless. Æ, ok. Ok. Kemur sér inn. Nær honum hérna með, ég held að sé 2S-ið. Ok, flott burst hjá honum. Overhead. En deflect shieldið bjargar honum. Nice juggle hjá honum. Já, maður, ég vissi ekki eins og þetta var hægt að juggle með svona Ok, nú er Dan með meter og þannig að passa sig á Yellow Roman Cancel-unu eða ef hann er hittur á Red Roman Cancel. Þannig að þetta light. Já, þannig kemur Yellow Roman Cancel frá Dan. Ok, nice 6P. Sweepa bara hérna undir inn í cross-upið. Blokkar overheadið. Ok, burstar hann inn í hornið, mjög flott. Blokkar pælbankarinn, blokkar overheadið. Hann Dan er í alveg smá klípi hérna, en hann nær að koma sér út. Nice punish á deflect shieldið hjá Dan. Ok, ég held One combo getur að við geta það fyrir kvæðum. Ok, hérna kemur Red Roman Cancel, hann blokkar cross-upið. Og hann catchar matchið hérna með 2S-inu sínu. Og það tekur Crownless Chief, leik 1. Ok. Starting good með þetta uphill battle. Í grand. Ok, nær overheadinu hérna, inn í cross-up, inn í annað cross-up. Jesus Christ. Inn í annað cross-up, inn í annað cross-up. Ok, nice burst bait hjá hann Dan. Ok, nú er hann komin í smá kombo á hann Crownless, nú þarf hann að passa sig. Hann Dan? Ég sagði hann Crownless. Já. Ok, Red Roman Cancel. Nice bait á Dandy-steppið. Það teleportið þar að segja. Ok, nær honum með close slasinu, er að reyna að burst baita, en hann Dan ákveður ekki að bursta. Nice. Barasta. Wow. Nei. Ég er hissið þetta hafi ekki drepið. Ok, nær hérna Dandy-steppinu. Þetta er líka komið. Nei. Nice Yellow Roman Cancel hjá The Crownless. One more hit from either. Hann vill ekki nota burstið hér. Chippa hann út. Já. Hann var samt með smá mýrur, hann hefði mögulega getað flæðast defense þetta, en þetta gerist við alla. Já. Whiffar hérna close slashinu, en er ekki punish fyrir það. Ok, næra hitt hann inn í Yoki-inu on Dan. Ný jump slashið í wallbreakið. Ok, nice purple Roman Cancel hjá honum Crownless. En hann nær ekki cross-upinu með pælbankarunum. Nú er Dan með 50 meter en tekur þetta. Og þá er 1 leikur á Dan. Alright. Þetta er rosalega jafnt. Ég er spenntur að sjá hvort að Chief næri í þessu nær honum hérna með forslashinu. Þetta forslash er svo stupid. Þetta er eins og Soul forslashið. Það er bara, þú getur komboað það inn í sig sjálf. Já. Nice, blokkar cross-upið. Nær honum að hitta hann með heavy slashinu, en nær ekki að confirma. Inn í explosion, wall stick, wall break. Ok, nú þarf Crownless. Ok, nær að fara inn og gera close slashið. Nice hjá honum. Þetta er clash. Ég bara hann að... Ég veit ekki hvað svo stopp það. Ok, gerir ekki powerbanker-loopið. Þetta var rosalegt. Hoppar yfir overheadið. Dan þekkir þetta matchup vel. Já. Whiffar sprengjuna, mjög flott powerbunker. Cross up,
inn Og í þetta command tekur, throwið. maður. Rosalegt. Dan að kvarta yfir því að hafi ekki fengið að sprengjunar hittan. Ok, flott deflect shield hjá hennar Crownless. Vilt nefnilega ekki alltaf vera að nota, vilt náttúrulega ekki alltaf vera að nota burst, sko. Bara hvenær sem þú getur. Ó, nær cross-upinu þannig. Inn í annan Pilebunker cross-up, inn í Red Roman Cancel. Ok, fær burstið út hjá Dan. Það er spurning hvort þetta hafi verið rétt að Roman Cancela wallstickið. Hvort hann hefði mögulega vilja bara gera super. Ok, blokka sprengjuna. Zónaðum út. Ok, nú er hann komin í block simulator. Já. Nú er bara install. Ó, hann reynir að 6p en nú er hann punished. Hann reynir að beita burstan Dan en fær ekki neitt. En nær samt round, hérna. En nú er Crownless með burst og er pínu hérna. Ok, nice burst hjá honum. Ok, ítir honum inn í hornið. Og whiffar force slashinu. Hoppar yfir það en hann dandy-steppar hinum megin og close slashar. Nice dandy-step inn í command throw. Nice jump slash hjá honum Dan. Annar nice jump slash. Þú verður að passa þig á þessu fly move sem hann Batman hefur. Inn í Red Roman Cancel, nú er það bara blokkan. Úi, hann viffar hann guard crushinu. Úi, hann punishar hann mashið. Þetta er Og nice wild assault inn í fake out command throw. Vá maður. Og Crownless tekur leik nr. 2. You know, just wondering. Afsækki leik nr. 3, hann tekur annan leik þar að segja. You know, just... Ég meina, þegar Slayer býti í Batman, hann getur ekki verið að ná sér blóð. Hvað ættu hann að ná sér í? Ég veit það ekki. Þetta er eitthvað skrítið lore. Já. Hann sígur eitthvað life energy úr hlutum, frekar heldur blóð held ég. Ó, nice clash. Ok. Og map up. Nice purple one cancel. Whippar Pilebunkerunum. Þetta var rosalega gott hann Crownless að reacta svona. Ok, hoppar yfir 2-1 síðan að Dan vill ekki láta hafa sig að fíbli. Nice throw-ina, hann er aðeins svo viljur til að cross-upa Crownless. Ok, reynir að push out Needle-ið og nær hann hérna með airinu í loftinu. Nice air throw. Overheadið, inn í close slashið, far slash loops. Ok. Inn í command throw og nær ekki universal. Þú færð ekki að take it to Universal Studios, sir. Nei, ég veit. Pilebunker mjög flott en burstar úr því til að ekki vera punished. Nice 6p. Hann næri samt ekki combo. Hann næri ekki combo. 5p mash. Mjög gott hérna. Hann vill reyna að ná þessu reset. Hann cheat. On reset point. Dan samt hérna með burst. Hann er smá á afturfætinu. Reynir að matcha út. Ok, nú er hann samt burstið out. Nær overheadinu hérna. Nú er Dan ekki með neitt burst. Dandy step. Það er spurning hvort hann ætlar að taka Pilebunker loops inn í... Ok, hann klárar Pilebunkerinn. Hann er núna með... Hann er ekki með neitt mínum núna. Nær hérna með far slashinu. Eða þannig að... Ég ætla að segja floor slasher hendar. Ok, nær að þróa. Nú er hann samt komið burst. Gott, use a deflect shield. En nær ekki alveg punishinu. Oh my god! Nei, reversal! Ok, og Dan tekur það með reversalinu. Mjög gott reaction hjá honum. Já, Dan hefði alltaf eitthvað mjög góð super reversal reaction. Já, hann vissi að Crownless var greedy fyrir það að fá þetta reset. Já, en hann er búinn að líka vera svo duglegur með það in like the entire bracket, I think. Gott burst hérna hjá honum. En Dan burstar hann inn í hornið. Nær hann hérna með sprengjunni. Nær honum hérna með guard crush Þetta er ekki move-inu. mjög gott. Inn í superið.
Új, barasta, ok. Og nærið með Pipebucker, inn í Roman Cancel, inn í combo. Og nær ekki, ókýru, ok. Crouching light mash. Það þá match, það tournament point á Dan right now. Já. Chief þarf alveg að work hard for that reset. Ok, nær Pipebuckerinum. Hoppar yfir 2H-ið. Já. Það reynir að masha Wake-up. Ok, Roman Cancel. Æ, nei. Nær honum þarna. Ok. Þetta er ekki... Hann er saman með 2 mýrur, það er spurning hvað hann ætlar að gera. Hann er að spara það fyrir eitthvað. Nice! Og nú fer hann Universe inn í Super. Já! Fer hann clean hit? Nei, hann fer ekki clean hitið. Nei, ok. Nice! Nice! Jump whiff inn í command. Ok, núna reset and tournament point. Aha. Ok, hann hoppar hérna, hann gerir hérna JS-ið yfir 2H-ið. Hann er rosa duglegur að nota þessi deflect shield. Hann vill ekki að burst meter sé búið alveg strax hann Chief. Já. Hann er mjög smart með hvernig hann notar það. Ok, crossar hérna upp. Dan er samt að blokka það. Og hoppar hérna yfir H-ið. Nú er Dan saman með burst. Ok, blokkar cross-upið. Nær að punish hann úr loftinu með 5P. Og gerir Wild Assaultið en nær ekki neinu af því. Ok, það spurning hvernig... Já, ok, hann er... Og inn í... Hann er ekki með no save super. En Dan við að vera með no... Svo nær að nota Wild Assaultið inn í super. Hann er að reyna að nota needle flam... Cancel! Hann er í þróinu! Nice deflect shield, en nær ekki íta hann lágt í burtu! Nei, 6P-ið! Oh my god, I'm stressed! Það er ræðislega spennandi. Nei, nú er Chief komin í hornið. Nú Oh verður my hann að god! blokka. Ok, nice Deflect deflect shield! Oi! Nei! Hann nær resetinu! Rosalega gert hjá honum, Crownless Chief! Hann nær resetinu rétt svo! Byrju, character switch? What? Hann þarf bara að fá smá tíma til þess að ok. róa sig smá. That's understandable. Ég held að trúið því varla að hafi náð þessu sjálfur. Þetta var svo mikið scramble hann í lokin. Yeah, I was stunned in silence eftir þetta í alvörinu. Oh my god. Ég alveg bara hér, þetta að vera eitthvað fyrir Chief og bara... Hann reynar bara að clutcha that reset. Hann er svo duglegur að nota þessi deflect shield. Ef hann hefði burstað einu sinni þarna, í staðan fyrir að nota deflect shield, þá hefði hann tapað þessu. Það var deflect shield í lokin sem að bjarga honum algjörlega. Wow. Hann er svo þolinmóður og hann veit hvernig hann notar resources sín. Já. Hann gæti verið að ég ger einhver call-outs það að hann hefði getað gert super eða hefði getað gert, en þú veist, hann veit hvað hann er að gera, hann veit hvernig á hann að beita, hann veit hvernig hann á að gera þetta. Ok, þá erum við að taka Grand Finals. Nú er enginn að tapa. Nú er það bara fyrstir að ná 3 leikjum. Oh my god. Nice close / punish. Ok, reynir að koma sér hérna út en Dan býst við því. Ok, flott burst hjá honum. Spurningin núna er bara, getur Chief að keep up that momentum? Ég held hann nefnilega, ég held hann getur snowball smá. Ok, blokkar sprengjuna og reynir að punisha flyið en hann flýr í burtu. Flýgur í burtu. Oh, nice close slash en er punished af sprengjunni. Ok. Er hann á með 5K-inu. Hægir honum hérna með thrustinu inn í cross-up eftir cross-up eftir cross-up. Hann nær að throwa Purple Roman Cancel. Ég sé ekki alveg fyrir mér hvað hann ætla að gera þannig nema hann ætla að count, hann hefði átt að fá throw tech, hann hefði átt að fá throw tech þannig. Oh, counter.
Ok, næn í vegginn. Inn í hornið. Nei, ekki alveg. Ó. Ok, bursta þarna. Nei, hann whiffar þarna, hann whiffar command throw-inu. Ok, nú er hann komin í Dan 50 combo. Nú er hann bara sig. Getur hann komið þessu og inn í powerbunkerinn og hann nær að koma, hann nær að resetta þetta. Hann er oftast bara, like, surviving on, like, the thinnest edge. Hann nær að, ok, já, þetta er svo close match. Já, maður. Nær að hitta hann í loftinu með close þessum sínu. Ok, burst. Ok, forsar út burstið hjá Dan. Nú er leið og Crownless kemur sér út í hann. Nei, hann nær counterhittin hann Dan. Dan nær ekki að blokka overheadið. Nice far slash. Ok, nær að masha út í hana. Nice. Sprengjur á Oki. One point hérna. Slokkan er bara having a good laugh over this whole thing. Einmitt. Ég held að Crownless er bara glaður að hann við náður resetinu. Þetta er svo mikið, þetta er svo erfitt. Nice hérna. Nice pilebunker hjá honum. Svo klappaði út úr því. Hann ákveður ekki að nota move á Oki-ið. Hann ætlar að reyna að fá eitthvað annað. Ég held að þetta komi hjá honum. Nei, hann er við smá health and slayer. Ég held að hann tankar þetta. Ég held að hann ekki að nota super. Hann næri að hitta með pilebunkerunum. En hann reynir að burst þetta en fær ekki neitt úr því. Ok, nú er Dan með full burst. Ok, crossar upp. Dan er að blokka. Ok, mashað út úr því. Hérna 2D, ok, nær að blokka hérna. Nice, inn í vegginn, nær overheadinu, counter hit. Inn í super. One punch. Ok, nær ekki clean hitinu, það hefði mögulega verið búið ef hann hefði náði. Nær hann við jumpininu. Mjög nice. Og nú er hann með burst. Hann er á smá advantage. Ok, nice. Annað overhead, inn í lowið. Nær hann við hann með jumpinu. Pilebunker inn í vegginn. Close slash til að brjóta hann. Nú er hann komið meter. Hann vil örugglega nota hann til að... Það er ekki sweeper. Hann vil örugglega nota hann til að burst beita. En... Nær ekki alveg... Nice burst bait hjá honum Dan. Inn í guard crush move-ið. Ok, þetta er ekki að luta mjög gott við Chief right now. Hann notar Wild Assault, nú er Dan... þetta er komið. Ok, já. In reversal. Hann whippar reversalinu! Mér síndist að ætla að gera það, hann nær crossa. Hann er með 2 meter! Hann er með 2 meter! Þetta er missað. Er hann fáið stífresta? Já! Hann nær honum með mappa hunchinu til að klára þetta, hann nær rétt svo að edge þetta out. Mér fannst það mjög skrítið að Dan var Já, það var svo, hann gerði það aðeins, þetta var aðeins svo seint hjá honum held ég. Já. Það hlýtur að vera rosalega svekkjandi. Já. Ok, nær hann með jump slashinu í hana. Ok, playing a bit careful. Ok, skýtur honum með Nero, er að reyna að þróna hann aðeins út. Get away from me. Ok, hoppar yfir mappa hunchið. Mappa hunchinu í rolling cancel. Nær að punisha hann og teleportið. Ok, kannski mappa of mikið. Barasta, þú verður að passa þig að ekki masha þegar hann er með error. Annars ertu í svo vondum málum. Það er svo auðvitað að bara gleyma hann eða. Mikið rétt. Ok, reynir að nota Needle, hann hittar hann ekki alveg með tíma hvað hann sínum.
Nice pælbankar. Nice fake out inn í Universe en En nær fær ekki ekki að fá Universe. neitt úr því. You're not going to Florida. Vá, þetta hitti vámaður. Nice bait hjá honum Dan. Okay, deflect shot. Nice 2H. Inn í vegginn. Oh, Inn í command throwið. Oh, they Hann go reyndi for að a gera það twofer. aftur. Dan bjóst við því. Hann vissi að honum langaði í annað command throw. okay, deflect shot again. Hann rætti nú hérna með needle. Ah. Oh, ég held að þetta er komið. Nei, oh my god. Hann beitar Yellow Roman cancelið. Okay. Dan þarf bara að vinna einu sinni enn. Það er þá bara Þá er það bara 2-1 fyrir Dan 50. yeah. One more win og hann er með the crown back. Oh, wow. Hann byrjar á 5D en hann fær ekki neitt úr því. Það er bara punished. Nice 2D. Punish. Okay. Ok, það er að bursta Dan. Mjög flott burst hjá honum. Inn í errorið. Nice. Nei, Hann grabbaði alltaf, hann út úr hann veit þessu, hann þekkir þessi Purple Roman cancel. Dan er bara að grípa þau í hvert einasta skipti. Hann hittir ekki með Card Crush move-inu. Whoa, what a trade. Ok, bakkar upp. Ok, nú er hann komin í install. Hann Crownless þarf að... Ég held hann þarf að flawless defensa. Nei! Hann er ekki trættur. Inn í pálbankur loops. Já, inn í vegginn. Ekkert super. Ok. Dan er að reyna að koma sér út. Hann vil spila það safe. Alright, so Dan er nú komið í tournament set point. Tournament point. Oh Nice my XP God. á K-movið, á kickið. Hann vil fara close slashið í hana en nice cross up hjá honum Dan. Dan er komin með snowball. Hann er ekki með neitt til að koma sér tilbaka. Hann fær ekki neitt úr þessu. Ok, Roman cancel. Hann blokkar. Ok, hann nær samt að koma sér inn í... Viper Clash! Dan gafst upp á undan. Það gæti hafa kostið hann leikinn. Ef Chief nær þessu, þá gæti það hafa gefist upp á Viper Clashinu og snemma hafa kostið hann leikinn. Hann er bara edge'an út, ok, og hann nær honum þarna með errorinu. Og Dan tekur þetta 3-1. Once again. Dan finals. Kominn aftur með kóðununa fyrir Guilty Gear. Gríndur aftur sem Guilty Gear konungurinn. Já. En það er klikkað að Crownless næður resetinu sem að þýðir að þetta hefði verið match áðan, þá hefði hann náttúrulega náðu að vera winner side. Já. Það er spurning hvort að bara það að breytast, það breytt öllu. En þetta var rosalega close hjá þeim báðum. Chief náttúrulega rosalegur, sérstaklega í losers runninu. Já. Þarna, þegar hann tekur þarna deflect shieldið, hann spila svo þolinmæðilega. Já. En maður sá það alveg að hann var smá farinn að panika hann í lokin vegna þess að það er skiljanlega. Þú ert að reyna að sigra þetta. Já, og þetta er bad man sem þú ert að díla við. Það er rosalega erfitt. Já. Það er bara vel spilað hjá okkur báðum. Ég gef mér þennan hérna Mike frekar. Það er miklu þægir að ég fæði þennan hérna. Heyrðu, ég ætlaði bara að eldsnögt að koma inn. Fyrsta lagi takk þeir sem voru á commentary. Bara flott hjá okkur. 21. Laugardagurinn eftir viku, næstu helgi. Þá hérna verður Tekken Ísland gegn hvað heitir Austria á Austurríki, þarna var ég var að gegja lengi hvað hétu þeir eftir? Já, hérna Ísland gegn Austurríki í Tekken online og það verður kynnt betur hérna bráðlega af honum Ídeka sem að sér Tekken. Það gæti verið smá breyting á dagsetningu á Guilty Gear mótinu. Það er Mario Con á sama tíma, þannig að við erum ennþá eftir aðeins að ákveða hvernig það verður. Ég vil þakka öllum sem að mættu, þetta var alveg ótrúlega skemmtilegt mót.
Ég er að reyna að vonast til þess að þetta uppfæri svona, nei, ok. Ég held að líkstigin á ekki uppfæra sig áður en að, áður en að ég hætti streaminu, þannig að ég ætla bara, það kemur grafík, örugglega næstu helgi, sem að ég mun setja inn sem að verður þá með hver staðan er núna í öllum leagues, hvað prize poolið er fyrir öll og þannig að það verður bara snill takk allir sem að fylgdust með og ég vona að ég sá ykkur aftur á næstu Nýðhöggs mótum. Heyrðu, bless bless.